Forseti Íslands, forseti Alþingis, framsögumenn, kæru gestir. Í október síðastliðnu fór fram ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla tilteknar spurningar í tengslum við fyrirliggjandi tillögur stjórnlagaráðs umfangsmiklar breytingar á íslenskri stjórnskipun. Á næstu vikum og mánuðum munu tillögurnar verða til umræðu á vettvangi Alþingis. Á þessum tímapunkti því mikilvægt að framfari málefnalegar umræður í samfélaginu ferli sjálft og inntak og eðli þeirra breyting á stjórnarskránni sem til greina koma. Háskólar landsins eiga að vera virkir þáttakendur í þessari samræðu og leggja sitt af mörkum til að varpa ljósi á þau fræðilegu álitamál sem uppi eru. Með þessu málþingi hér í dag hefst fundaröð lagadeildar, stjórnmálafræðideildar og stofnunar stjórnsýslufræði og stjórnmála við Háskóla Íslands sem skipulögð í samstarfi við Háskólann í Reykjavík, Háskólann á Bifröst og Háskólann á Akureyri. Haldnir verða 6 fundir á næstu 5 mánuðum þar sem fræðimenn háskólann á sviði lögfræði, stjórnmálafræði, heimspeki, sagnfræði og tengdum greinum sem stundað hafa rannsóknir á þessu sviði fjalla ferlið fram að þessu og einstaka þætti í fyrirliggjandi tillögum. Það von okkar sem standa þessari fundaröð að með þessu standi háskólarnir undir því grundvallar hlutverki sínu í íslensku samfélagi að vera vettvangur málefnalegra, fræðilegra og yfirvegaðra skoðanaskipta eitt mikilvægasta mál sem við Íslendingar höfum tekist á við langa hríð, framtíð stjórnskipunarinnar. Málþing dagsins ber yfirskriftina Eru þingmenn bundnir af niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu breytingar á íslensku stjórnarskránni? Til þess að ræða þessa spurningu eru hér samankomin þau Björg Thorarensen, prófessor í lögfræði, Indriði H. Indriðason, dósent í stjórnmálafræði við University of California, Riverside, Ólafur Þ. Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði og Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor í stjórnmálafræði. Hvert þeirra hefur 15 til 20 mínútur til ráðstöfunar og að framsögum loknum gefst viðstöddum kostur á að setja fram spurningar en þann þátt mun ég kynna eilítið betur hér síðar. Ætlunin að ljúka málþinginu eigi síðar en klukkan 14. Fyrst í pontu Björg Thorarensen prófessor. Hún mun í erindi sínu ræða þær reglur gilda breytingar á stjórnarskránni, sérstöðuna sem var uppi við setningu lýðveldisstjórnarskrárinnar 1944 og skilyrði þess að þjóðaratkvæðagreiðsla sé lagalega bindandi. Björg, gjörðu svo vel. Forseti Íslands, forseti Alþingis, fundarstjóri og góði gestir. Breytingar á íslensku stjórnarskránni, eins og í öðrum lýðræðisríkjum, fylgja sérstökum reglum frábrugðnum þeim sem annars gilda breytingar á almennum lögum. Það vegna þeirra sérstöðu sem stjórnarskráin hefur sem grundvallar lög stjórnskipulagsins og þeirra gilda sem hún hvílir á, sem eru undirstaða allra frekari reglusetningar störf handhafa ríkisvaldsins. Við nánari skoðun sést að sérstök staða stjórnarskrárinnar hvílir í raun á 2 grunnstoðum. Í fyrsta lagi þeirri hugmyndafræðilegu undirstöðu hvers lýðræðisskipulags að ríkisvaldi sem hún fjallar spretti frá fólkinu sjálfu. Stjórnarskráin hvílir þannig á samkomulagi sem þjóðin gerir við valdhafa meðferð valdsins, verkaskiptingu milli þeirra og ekki síst mörk valdsins. Af þessari ástæðu þjóðin hinn raunverulegi stjórnarskrárgjafi. Hitt það einkenni reglna stjórnarskrárbreytingar að tryggja að þessi sáttmáli standist stundarátök stjórnmálaafla á hverjum tíma. Af þeirri ástæðu reynt að sporna við því að breytingar stjórnist af dægursveiflum pólitísk deiluefni og naumum sitjandi þingmeirihluta á hverjum tíma. Leitast við að tryggja samstöðu umfram nauman meirihluta þjóðkjörinna fulltrúa og að hindra framgang háværa þrýstihópa í samfélaginu til að knýja fram breytingar. Af þessari ástæðu eru sérstaklega vandaðar reglur setningarhátt og síðari breytingar á stjórnarskrá.
Markmiðið er tvíþætt. Annars vegar að stuðla að ákveðnum samhljómi og sátt milli þjóðarinnar og þjóðkjörinna fulltrúa breytingar á grundvallarreglum ríkisins, þannig að ekki þurfa að breyta stjórnarskránni í hvert skipti sem nýr pólitískur meirihluti kemur til valda. Á sama tíma er beitt sérlega vönduðum vinnubrögðum við ritun breytingarna. Þannig eru hugsuð til hlítar, framsetning og orðalag ákvæða og áhrif þeirra metin svo ekki verði ófyrirsjáanlegar afleiðingar vegna vanhugsaðra breytinga sem krefjast fljótt lagfæringar. Því er mikilvægt að fanga í textanum kjarna þeirra meginregluna sem stjórnarskráin á að endurspegla. Með því skapast nauðsynlegu sveigjanleiki til þess að inntak stjórnarskrárinnar þróist með breyttum samfélagsháttum og veiti svigrúm til túlkunar með hliðsjón af þeim í stað þess að hún dagi fljótt uppi. Þessi meginmarkmið sem eru höfð að leiðarljósi við stjórnarskrárbreytingar birtast með ýmsum hætti í lýðræðisríkjum. Algengast er að aukinn meirihluti þjóðkjörinna fulltrúa þurfi að samþykkja breytingar á stjórnarskrá eða samþykkt tveggja þinga þurfi með kosningum á milli eða jafnvel að báða þessa leiðir séu farnar í senn. Ef umræðir heildarendurskoðun eða setningu á nýrri stjórnarskrá gilda sums staðar enn frekari reglur. Því er setning nýrrar stjórnarskrár oft háð endanlegu samþykki þjóðarinnar. Og þá að undangengnum ferli á þjóðþingi, sem er auðvitað vandað í samræmi við það sem ég lýsti hér fyrr, er þannig tryggð milliliðalaus aðkoma þjóðarinnar sem stjórnarskrágjafa og gjarnan eru gerðar kröfur lágmarksþátttöku eða hlutfall kjósenda sem þarf til að samþykkja nýja stjórnarskrá. Ég ætla þá að beina sjónum að því hvaða reglur gilda stjórnarskrárbreytingar í íslenskri stjórnskipun og leggja mat á það ferli sem nú stendur yfir. Hugmyndin uppsprettu valdsins hjá íslensku þjóðinni kom skýrt fram við setningu lýðveldisstjórnarskrárinnar árið 1944. Í 81. grein hennar var sett sérstakt ákvæði gildistöku nýrrar stjórnarskrár eftir að Alþingi hefði lokið umfjöllun sinni málið á einu þingi. Það skilyrði var sett að meirihluti allra kjósenda á kjörskrá þyrfti að samþykkja stjórnarskrána til þess að hún tæki gildi. Yfir 98% kjósenda tóku þátt í atkvæðagreiðslunni og 95% samþykktu hana. Í þessu fólst hvorki leiðbeining né ráðgjöf því að þarna beitti þjóðin valdi sínu beint sem stjórnarskrárgjafi. Með setningu lýðveldisstjórnarskrárinnar 1944 samþykkti þjóðin einnig að viðhalda sérstakri tilhögun breytingar á henni þaðan í frá sem er nú mælt fyrir í 79. grein stjórnarskrárinnar. Og samkvæmt því skal rjúfa þing eftir að Alþingi hefur samþykkt breytingar og halda alþingiskosningar og þarf nýkjörið þing að staðfesta stjórnarskrárfrumvarpið óbreytt. Vegna kosninganna milli þinga er litið svo á að þjóðin eigi óbeina aðkomu að því að samþykkja eða hafna breytingum á stjórnarskránni með því að kjósa eða hafna stjórnmálaflokkum á grundvelli afstöðu þeirra til stjórnarskrárbreytinganna. Ég lýsti hér fyrr lagalega bindandi niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar árið 1944 samþykkt lýðveldisstjórnarskrárinnar. Til er annað afbrigði, svokölluð ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla, sem er í grundvallaratriðum ólík. Ráðgefandi atkvæðagreiðsla getur verið góð leið til að leita afstöðu kjósenda til skýrrar og afmarkaðrar spurningar tiltekið mál. Við sjáum dæmi slíkar atkvæðagreiðslur frá Norðurlöndunum á síðasta áratug 20. aldar, en í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi var þá spurt afstöðu kjósenda til aðildar þessara ríkja að Evrópusambandinu á grundvelli aðildarsamninga sem þá lágu fyrir. Í atkvæðagreiðslunni í Svíþjóð og Finnlandi hlaut tillagan stuðning meirihluta greiddra atkvæða, en í Noregi var spurningunni svara neitandi. Í öllum þessum tilvikum var niðurstaða þjóðþinganna sú sama og skoðun kjósenda, en það er ekki sjálfgefið. Niðurstaða ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu er vissulega til leiðsagnar vilja kjósenda. Á henni eru hins vegar þeir vankantar að hún afléttir ekki þeirri skyldu af þjóðkjörnum fulltrúum að þeir eru, samkvæmt 48. grein stjórnarskrárinnar, eingöngu bundnir við sannfæringu sína en ekki við fyrirmæli frá kjósendum sínum. Reglan á þá rökréttu skýringu að þingmönnum ber að vinna í þágu þjóðarinnar allrar en ekki fylgja fyrirmælum eða ganga erinda neinna
hugsanlega frá sjónarhóli þröngra sérhagsmuna. Það skapar vissulega pólitískan þrýsting á þingmann að fylgja niðurstöðu ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu ef útbreiddur stuðningur er við tiltekið mál, enda eiga þingmenn endurkjör sitt undir kjósendum. En ef aðeins lítill hluti kjósenda tekur afstöðu til málefnis í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu er niðurstaðan hins vegar útsett fyrir mismunandi túlkun sitjandi stjórnmálaafla, ekki síst það hvaða ályktun eigi til dæmis að draga afstöðu þeirra sem sátu heima. Málið verður enn flóknara ef spurning sem borin upp opin og gefur svigrúm til túlkunar, og sú aðstaða var einmitt uppi í þjóðaratkvæðagreiðslunni 20. október tillögu stjórnlagaráðs. Þegar svo umfangsmikið stjórnarskrármálefni er undir, hvílir sérstaklega rík skylda á þingmönnum að standa vörð þau sjónarmið sem ég lýsti hér í byrjun að vanda vel til breytinga. Í raun er þingmönnum óframkvæmanlegt að fylgja blind þeim óskilgreinda vilja sem ráðin verður af niðurstöðu slíkrar atkvæðagreiðslu og á sama tíma að fylgja því drengskaparheiti sem þeir hafa unnið að stjórnarskráni að vinna aðeins samkvæmt bestu sannfæringu. Með því að efna til ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu við slíkar aðstæður tel ég frekar stuðlað að árekstrum og ágreiningi túlkun og skoðun kjósenda sem fallið til að vekja óróa og togstreitu að ófyrirsynju. Og í þeim Evrópuríkjum þar sem þjóðin á beina aðkomu að stjórnarskrárbreytingum eða samþykkt nýrra stjórnarskrár er niðurstaða kjósenda ávallt lagalega bindandi og ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur eru óþekktar. Og þetta eru þær þjóðir sem lengst hafa náð í þróun á beinu lýðræði. En það er eðli málsins samkvæmt hvatning til þingmanna að ná sátt í meginatriðum endanlegt efni nýrrar stjórnarskrár eftir vandlega yfirferð. Þeir þurfa að standast próf þjóðarinnar í lok ferilsins. En hvar er endurskoðun íslensku stjórnarskrárinnar stödd? Nú, fyrir 2 árum hófst hér á landi einstætt ferli sem hefur víða vakið mikla og verðskuldaða athygli. Kallað var eftir breiðu samráði við almenning áherslur í breytingum á stjórnarskrá og þjóðarviljans var leitað. Efnt var til þjóðfundar 1000 manna til umræðna stjórnarskrá og kosið var til ráðgefandi stjórnlagaþing sem síðan var ráðgefandi stjórnlagaráð til að semja tillögur breytingar á stjórnarskrá lýðveldisins. Sérstakri þingkjörinni nefnd stjórnlaganefnd var falið að undirbúa ráði fyrir stuttan starfstíma þess með því að draga saman áherslu þjóðfundarins og setja fram hugmyndir stjórnarskrárbreytingar. Í júlí 2011 skilaði stjórnlagaráð Alþingi tillögum sínum að nýrri stjórnarskrá. Aldrei á lýðveldistímanum hefur verið náð jafn langt í undirbúningi til að ná fram ýmsum brýnum breytingum á stjórnarskránni. Bæði er pólitískur vilji og ríkur þjóðavilji til þess að ljúka þessu ferli. Og ríflega 1/3 kjósenda á landinu og 2/3 þeirra sem tóku þátt í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslunni 20. október lýstu viljan sínum til þess að breytingaferli héldi áfram og tillögur stjórnlagaráðs teknar til efnislegra meðferðar. Einnig komu fram skýr svör kjósenda við 5 afmörkuðum en þó opnum spurningum þar sem markmiðin eru ljós en svigrúm leiðir til þess að ná þeim. Nú er komið að Alþingi að sinna því stjórnskipulega hlutverki sínu að fjalla frumvarp stjórnarskrárbreytingar þar sem tillögur stjórnlagaráðs eru ótvírætt mikilvægt leiðarljós. Staðhæfingar að þingi megi engar efnislega breytingar gera eru hins vegar rangar eins og ég hef áður rökstutt. Ég tel ljóst að það sé engin ágreiningur í raun marga veigamikla þætti í tillögunum sem fela í sér miklar stjórnarskrárumbætur. Nefna má ýmis ákvæði nýskipan framkvæmdarvalds, hlutverk og skyldur ráðherra og ríkisstjórnar, nýjan dómstólakafla sem treystir sjálfstæði og eftirlitshlutverk dómstóla. Nú auk þess eru margþættar breytingar til þess að styrkja stöðu Alþingis og eftirlit þess með framkvæmdarvaldinu, aðkomu þess þar á meðal að mikilvægum ákvörðunum í utanríkismálum, þátttöku Íslands í alþjóðlegri samvinnu og fleira mætti nefna. Aðrir þættir í tillögunum eru mun lakari. Þar vil ég sérstaklega nefna mannréttindakaflann þar sem ýmsar grundvallarbreytingar eru lagðar til. Sum ákvæðanna ný og breytt mannréttindi og skýringar með þeim eru tilviljanakennd og lítt ígrunduð. Þar skortir skýr markmið og mat á afleiðingum breytinga. Mörg hinna nýju ákvæða eru skoðuð frá þröngu sjónarhorni sem einkennast af málefnum líðandi stundar. Önnur eru of sértæk og nákvæm í stað þess að fanga kjarna meginreglunar að baki. Þau munu fljótt úreldast og kalla
aftur á stjórnarskrárbreytingar. Tíminn að renna út og leiðangurinn ekki komin lengra en svo að Alþingi hefur ekki enn byrjað umfjöllun frumvarp til stjórnarskrárbreytinga. Því miður nýtti það tíman illa fyrir svo mikilvægt mál undanliðið ár þar sem tillögur stjórnlagaráðs lágu ósnertar á borði þingnefndar. Ég þeirrar skoðunar að það séu 2 kostir sem koma til greina framhaldið og með hliðsjón af þeim örfáu mánuðum sem eru framundan gæti verið rökrétt að skipta verkefninu í smærri áfanga. Taka mætti fyrst til meðferðar þá þætti sem sátt og brýnast að bæta úr, en hugsanlega að einhverju leyti þá sem sérstaklega var spurt í atkvæðagreiðslunni 20. október. Þótt það sé meira en lítið verkefni að taka raunverulega til grundvallar endurskoðunar kjördæma og kosningakerfi eins og var meðal annars spurt í þeirri atkvæðagreiðslu. En þetta gæti verið skynsamleg leið til að færast ekki of mikið í fang og hætta á að engin ágreiningur engin árangur, það verður áreiðanlega einhver ágreiningur, en að engin árangur verði af þessari miklu vegferð í endurskoðun stjórnarskrárinnar. Hin leiðin að halda stefnunni á nýja stjórnarskrá frá grunni mun vandmeðfarnari. Verði hún farin mikið verk óunnið að mínu mati. Þá auk þess rökrétt krafa að ný stjórnarskrá verði þá sett milliliðalaust af þjóðinni sjálfri eins og gert var við lýðveldisstofnun 1944. Og þegar meiri hluti stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis lagði til síðastliðið vor að þessi ráðgefandi atkvæðagreiðsla færi fram í haust, þá var einmitt tekið fram í nefndaráliti hennar að gildistaka nýrra stjórnarskrár yrði þó háð endanlegri staðfestingu og samþykki þjóðarinnar að aflokinni síðari samþykkt Alþingis samkvæmt 79. grein. Þessu markmiði verður að mínu mati aðeins náð með því að setja í frumvarp til stjórnskipunarlaga ákvæði sem bindur gildistökuna þessu skilyrði. Tillaga af þeim toga kom meðal annars fram í skýrslu stjórnlaganefndar sem byggði meðal annars á fyrirmyndinni frá 1944 að meiri hluti kjósenda á kjörskrá þyrfti að samþykkja nýja stjórnarskrá. Af málflutningi forsætisráðherra nýverið verður hins vegar ráðið að ekki verði staðið við þau fyrirheit og það liggi raunar ekkert fyrir það samt enn. Það hefur verið rætt að halda aðra ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu samhliða þingkosningum næsta vor. Í stað þess að ná sáttum grundvallar þætti stjórnskipunarinnar eiga viðhorf kjósenda sem vilja ljúka breytingum á stjórnarskránni að setja pólitískan þrýsting á hina nýkjörnu þingmenn sem hafa þá sannfæringu að það sé þjóðinni ekki til heilla að samþykkja frumvarpið óbreytt við seinni meðferð þess. Það óvenjulega ferli sem var lagt upp með árið 2010 hefur vissulega þá kosti að það hefur aldrei skapast víðtæk umræða meðal þjóðarinnar hvað stjórnarskráin í raun og fyrir þýðing hennar. Það hefur aukið skilning manna og tilfinningu fyrir gildi hennar auk þess sem almenningur hefur tekið ríkan þátt í að móta afstöðu til þeirra mikilvægu gilda og meginregluna sem hún á að endurspegla og verða leiðarljós Alþingis í vinnunni framundan. Gallarnir eru þó þeir að mínu mati að umræðan ferli málsins sumpart komin á villigötur í áttir sem eru rökstuddar með vísan til þjóðarviljans en ganga þó þvert á hugmyndina að þjóðin sé stjórnarskrágjafi. Það eru í raun endaskipti á gildandi leikreglum stjórnskipunarinnar að þjóðinni sé falið að skrifa stjórnarskrá og gefa Alþingi fyrirmæli í ráðgefandi atkvæðagreiðslu að staðfesta hana. Atkvæðagreiðsla sem hefur aðeins það markmið að leitra slíka ráðgjafar frá kjósendum myndi svipta þjóðina réttinum til að eiga lokaorðið nýja stjórnarskrá. Það er að mínu mati kjarni málsins. Takk fyrir. Þökkum Björgu fyrir hennar framsögu. Næstur framsögumanna Indriði H. Indriðason dósent. Í erindi sínu mun hann fjalla meðal annars aðkomu stjórnmálafræðinga að gerð tillögu nýja stjórnarskrá og hvað stjórnmálafræðin hefur fram að færa þegar hugað að breytingum á stjórnskipulagi. Hann mun taka dæmi tilteknar breytingar og ræða þau mismunandi áhrif sem þær breytingar geta haft á stjórnmál. Loks mun hann fjalla hvernig rökstuðningur með tillögum breytingar á stjórnskipulagi ættu að vera. Indriði, gjörðu svo vel.
Ágæti forseti Íslands, ágæti forseti Alþingis, ágæti gestir og framsögumenn. Ég ætla að tala aðeins hlut stjórnmálafræðinni í endurskoðun á stjórnarskránni. Og eina ástæðan fyrir að ég vil gera það að mér finnst vera mikil misskilningur hvað stjórnmálafræðingar gera almennt. Það sé ekki skilningur á meðal almennings, á meðal fjölmiðla, á meðal stjórnmálaráðs og stjórnmálamanna hvað stjórnmálafræðingar í raun og veru gera. Þannig ég held að það sé mikilvægt að átta sig á því að stjórnmálafræðingar hafa eitthvað fram að færa og vonandi eftir 15 mínútur þá hef ég samkvæmt ykkur það. En hvað gera stjórnmálafræðingar? Í stuttu máli við höfum áhuga á spurningum, eða allavega sumir stjórnmálafræðingar hafa áhuga á spurningum hver áhrif stjórnskipulagsfyrirkomulags eru á atferli stjórnmálamanna og kjósenda. Þar sem við höfum áhuga á því að skoða ef við breytum kosningakerfum, hefur það áhrif á hvað stjórnmálamenn gera, hefur það áhrif á hvernig þeir berjast í kosningum, hefur það áhrif á hvernig kjósendur kasta atkvæði sínum á þau, svo framvegis. Og síðan höfum við áhuga að skoða hvernig þetta atferli stjórnmálamanna og kjósenda hefur á pólitíska niðurstöður, hefur það áhrif á stefnu, eykur það spillingu og aðrar hugsanlegar afleiðingar af þessu atferli. Við kemum aðeins meira inn á það. Hvernig gerum við þessa hluti? Í fyrsta lagi þá byrjum við á því að setjast niður og hugsa hvernig hlutinni ganga fyrir sig. Við hugsum hverjar eru kenningarnar sem að skýra eitthvað ákveðið atferli. Og til að taka dæmi, þá getum við ímyndað okkur, ef við höldum okkur við kosningakerfin, að þá eru kenningar til sem halda því fram að ef við tökum upp hlutfallskosningakerfi, þá leiðir það að öðru í jöfnum til fleiri stjórnmálaflokka. Allavega borið saman við einmenningskjördæmi. Þannig að það var í dæmi með einfalda kenningu sem við gætum velt fyrir okkur. Eftir við höfum lokið því að setja fram kenninguna og tilgátu sem við leiðum af þessari kenningu, þá söfnum við gögnum. Það er að segja við söfnum gögnum kosningakerfi í mismunandi löndum eða mismunandi stjórnstigum og við söfnum líka gögnum fjölda flokka í þessum löndum eða stjórnstigum. Þegar við erum búin að því, þá skoðum við hvort tilgátunum standast. Er það virkilega raunin að þar sem við erum með hlutfallsflokkakerfi eru fleiri stjórnmálaflokkar heldur en þar sem við erum með einmenningskjördæmi? Og til þess notum við tölfræði til þess að skoða þetta samband og leið og við gerum þetta og sofnum við náttúrulega fullt af öðrum gögnum sem geta haft áhrif á fjölda flokka eins og hvort að það eru mikið af minnihlutahópum í löndunum og þar fram til götunum. En allavega, punkturinn að stjórnmálafræðingar almennt séð, þegar þeir stunda stjórnmálafræði, þá eru þeir að safna gögnum til þess að prófa tilgátur eða kenningar orsakasamband. Það er að segja við höllum ekki aftur í stólunum, látum við dreyma og segjum svona virka hlutinir, svona höldum við að hlutinir virki. Heldur erum við virkilega að reyna að safna gögnum til þess að svara tilteknum spurningum. Og það held ég sem mikilvægur þáttur, og sérstaklega mikilvægur þáttur þegar kemur að því að skrifa nýja stjórnarskrá. Við viljum vita, áður við ákveðum hvaða stjórnskipulag við tökum upp, við viljum vita hvaða áhrif það hefur. Svona til að samfæra að fólk virkilega stúdera þessa hluti, þá gerði ég einfallega leit í Google Scholar, sem gagnagrunnur Google um fræðiritt, og ef við sláum inn Electoral Systems, þá fáum við upp 634.000 greinar. Þannig að fólk hefur verið duglegt að skrifa kosningakerfi. Náttúrulega stór hluti af þessum minnist kannski bara á kosningakerfi á mjög afmörkaðan hátt, en samt sem áður það er mikið skrifað kosningakerfi. Þannig að við vitum í raun og veru mjög mikið hvernig kosningakerfi virka. Ef við þrengjum þetta aðeins niður og tökum þætti sem að stjórnarskrárráð hefur lagt áherslu á í tillögum sínum og í vinnu sinni, þá ef við leitum að personal vote sem persónukjör, þá sjáum við að við fáum 4.260 greinar. Ef við leitum að Open List Proportional Representation System sem útgáfa af persónukjöri, þá sjáum við fáum 2.390 greinar. Þannig að það er ekki verið að finna upp nýja hluti hérna. Það er búið að stúdera hvernig þessi hlutir virka fyrir sig, hvernig þeir ganga fyrir sig, hver áhrif þeirra eru, og það er mér þykir eðlilegt að við ættum að allavega skoða þessa rannsóknir áður en við tökum ákvörðun hvort að það sé skynsamlegt að taka upp kerfi sem byggir á persónukjöri. Ef við snúum okkur, við erum búin að gleyma þessari glæru, en sem sagt, ef við höldum okkur við persónukjörið, ef við kíkjum á nokkrar þessar greinar, þá má sjá að það hefur verið skoðuð
hvaða áhrif persónukjör hefur á ýmsa þætti. Þannig að skoðum þjónustu við kjördæmi, hafa þau áhrif á forskot sitjandi þingmanna, aðhaldi fjárlagagerð, fyrirgreiðslu, spillingu, val á frambjóðendum, fjármál flokka og frambjóðenda og svo áfram. Svo fram eftir spöldum. Þannig að við sjáum að það áhrifan af persónukjöri einskorast ekki einfaldlega við það að leyfa fólki að segja eitthvað hvaða frambjóðanda þeir ætla að velja. Það hefur áhrif á fullt af öðrum þáttum og þessi hlutir hafa einfaldlega ekki verið skoðaði nægilega. Nú, til að færa rök fyrir því, snúum við þá á stjórnlagaráði. Sem sagt, eitt verkefni á stjórnlagaráðs var að fjalla kosningar og kjördæmi. Nú, að það sem ég var að enda við að segja, það náttúrulega frábært. Það til fullt af rannsóknum kosningakerfi sem á að nota til að skoða þessa þætti. Það til fullt af gögnum, þið getur farið á fundið gögnum kosningakerfi og alla mögulegar hlutir, stefnur og þar fram eftir göttunum, það sem ætti skoða og greina til þess að svara tilteknum spurning sem við gætum haft áhrif persónukjörs og það til fullt af sérfræðing sem á leita til þess að spyrja spurninga er þetta skynsamlegt kerfi sem við erum að velja. Nú, stjórnlagaráð, það var margt jákvætt að segja stjórnlagaráð. Starfsemi stjórnlagaráðs fór mikið til frammi fyrir opnum tjöldum, þannig við fengum upplýsingar hvað stjórnlagaráð var að gera, hvaða upplýsingar þeim söfnuðum. Þau voru með víðfængt gagnasafn á heimasíðu sinni og þar af leiðandi auðvelt að ég held að komast að því sem þetta hve miklu leyti stjórnlagaráð notaði rannsóknarniðurstöður og sérfræði þekkingu til þess að komast að verið niðurstöðu sem við komast að. Nú, þannig að ég fór í gegnum allavega víðfæma gagnasafn á heimasíðu stjórnlagaráðs og fyrsta lagi þá braut ég niður, tók ég alla greinarnar og flokkaði þeim eftir hvaðan þær komu. Nú, stærsti hlutur greinarnar kemur úr lögfræði og eins og við vitum þá nálgun lögfræðina á þessi málefni mikilvægur en hann lítið öðru sem stjórnmálafræðina. Þannig að lögfræðin eftir því sem ég best veit til dæmis ekki að skoða hver áhrif kosningakerfi og fjölda flokka eru eða á spilling og þar fram eftir götunum. En ef við höldum áfram, næststærsti flokkurinn ýmsar skýrslur. Nú, það voru sumið þessum skýrslum þá komu einhverjir stjórnmálafræðingar að vinnunni en ekki meirihluti þeirra. Þriðji stærsti flokkurinn voru síðan blaðagreinar. Ég gekk ekki það langt að skoða hvort það voru stjórnmálafræðingar sem skrifuðu þessu blaðagreinar eða ekki. Þriðji flokkurinn síðan stjórnarskrár mismunandi ríkja ásamt Íslands og í fimmta sæti kom stjórnmálafræði. Tiltölulega fáar greinar, þannig að mínu viti þá hefur nokkurn verið gengið fram á öllu því sem hefur verið rannsakað nánast öllum rannsóknum í stjórnmálafræði í vinnu stjórnlagaráðs. Nú, ég kíkti líka á hver stór hluti af þessum greinum var af erlendum uppruna. Nú, erlendum og íslenskum uppruna. Hérna íslenski hlutin, hérna erlendur hlutin. Þannig að það svona verið að reyna að finna upp hjólið á nýtt að því að mér virðist. Það að segja, það ekkert verið að skoða þær rannsóknir sem erlendir sérfræðingar hafa gert. Og eins og við sáum í leitin á Google Scholar, það eru mest erlenda greinar og þetta meira svo ofmat á fjölda þeirra erlendu greina sem voru í gagnasafninu því að stór hluti af þeim eru einfaldlega erlendar stjórnarskrár. Þannig að ef við tökum fræðiritin, eða það sem við getum flokkað sem fræðirit, að þá það þessi litli reitur þarna á endan. Nú, stjórnlagaráð skoðaði fleira en þessa fræðigreinar, þeir kölluðu eftir minnisblöðum frá ýmsum aðilum og ég flokkaði á sama hátt eftir hvers konar sérfræðingar voru kallaði til og 92,3% þeirra voru lögfræðingar og 0% þeirra voru stjórnmálafræðingar. Nú, þeir kölluðu nefndir stjórnlagaráðs kölluðu einnig einstaklinga á fund við sig og þar var sagan nokkuð eins og sama. 83,3% voru lögfræðingar og 1/10 af því voru stjórnmálafræðingar. Reynda mjög góðir stjórnmálafræðingar. En það eitt stjórnmálafræðingur. Þannig að mér þykir það, mér sem stjórnmálafræðing þykir sá hlutur freka lítill og ég held við höfum eitthvað aðeins meira fram að færa heldur en þetta gefur til kynna. Nú,
Þannig að mér fannst þetta svona vísbending, að skoða veg stjórnlagaráðs, fannst mér vísbending að það hefði virkilega ekki verið skoðað mikið af stjórnmálafræðinni. Þannig að ég, þegar Ómar Ragnarsson og Andrés Magnússon voru á beinni línu á df.is, þá ákvað ég að senda inn 2 spurningar, bara til þess að fá svona smá tilfinningu fyrir því hvort að þeir kynnu það sem að stjórnmálafræðingar hefðu sagt þessa þætti. Þannig að fyrir spurningi sem ég sendi inn var þessi hér. Nýlega var gerð athugun á meðal stjórnmálafræðinga víða heim sem sérhæfa sig í kosningakerfum hvaða kosningakerfið álitið vera best. Þannig að þetta var skoðanakönnun sem tók til 170 sérfræðingar í kosningakerfum tóku þátt í og þeir komast að ákveðinni niðurstöðu og þeir mæla með blönduðu kosningakerfi. Og þannig að mér þótti svona eðlilegt að ef að hópur stjórnmálafræðingar telur eitthvað tiltekið í kosningakerfi vera besta kerfið að ýmsu leyti, að þá ætti þetta allavega að vera kerfi sem ætti að skoða aðeins og velta fyrir sig hvort að það hentaði ekki á Íslandi líka. Þannig ég spurði hvaða rök voru færð fyrir því að þetta kerfi hentaði ekki á Íslandi. Ómar Ragnarsson svaraði þessari spurningu og hann svaraði reynar ekki spurningunni þar sem hann talar ekkert kosningakerfi hérna en vísar einfaldlega erlenda sérfræðinga stjórnarskrám. Ég ekki viss hverju þessi erlendu sérfræðingar voru en mér gruna þetta sé hérna grein sem var skrifuð núna frekar nýlega tillögur stjórnarskrár sem ég ætla ekki að tala hérna en það má hérna gagnrýna það þá á margan hátt. Seinni spurningi sem ég spurði var þessi hér: reynsla Brasilíu af persónukjöri ekki sérlega jákvæð, hefur leitt til spillingar og aukinsvægi fyrirgreiðslustjórnmála, hversan má ekki búast við sömu áhrifum á Íslandi og hverjir eru niðurstaðar stjórnmálafræðinga hvað það varðar. Nú Andrés Magnússon svaraði þessar spurningu og hann byrjaði mjög vel, góð spurning Indriði. En það sem kemur í ljós, það er tvennt sem ég vil benda á í svari hans hérna. Sko í fyrsta lagi að þá bendur hann á kjósnir velu með persónunni frambjóðandi af listum. Það er líka gert í Brasilíu. Þannig að það þykir mér gefa til kynna að hann hafi einfaldlega ekki þekkt kerfið í Brasilíu, en brasilíska kerfið er það eitt af kerfið sem hefur notað persónukjör sem hefur fengið hvað mesta umfjöllun einmitt út af því að það hefur haft þessi neikvæðu áhrif. Það er ekki þar með sagt að það hafi endilega þau áhrif hérna á Íslandi, en það er hluti sem ætti að skoða. Það sem vakti mestar áhyggjur hjá mér var hins vegar setningin sem segir niðurstöðu stjórnmálafræðinga þekki ekki nógu vel. Og þetta þykir mér mjög sorglegt að heyra, þar sem að ef það er einhver sem stúdera kosningakerfi þá eru það stjórnmálafræðingar. Þannig að það væri enn og aftur eðlilegt að kíkja á hvað þeir hafa að segja þessi málefni. Nú, hvað átti stjórnlagaráð að gera? Það er sem sagt, ég gerir á fyrir að það sé nokkuð greinlegt að ég sé frekar óánægður með starf stjórnlagaráðs allavega hvað þetta atriði varðar. En hvað hefði mér þótt eðlilegt að stjórnlagaráð gerð til þess að við gætum tekið tillögur stjórnlagaráðs alvarlega og tekið þjóðaratkvæðagreiðsluna alvarlega á sama máta. Nú, fyrsta lagi þá held ég að stjórnlagaráð hefði átt að skilgreina hvað er að núverandi stjórnarskrá, að segja okkur hvað er það sem þarf að laga. Öðru lagi það er að skilgreina hvaða markmiðum á að ná með breytingunum. Og þessa hluti voru gerðir að vissu marki. Nú í þriðja lagi ætti stjórnlagaráð að undirbúa tillögur á breytingum sem það vissulega gerði. En það sem ég finnst vanta sérstaklega er að færa rök fyrir þessum breytingum á þann hátt sem ég er að nefna hér. Það er að segja að taka virkilega tillit til rannsókna. Og það þarf að færa rök fyrir þessum breytingum svo að kjósendur eða almenningin í landinu geti virkilega tekið afstöðu til tillagnanna. Og þannig að til þess að færa rök fyrir þeim þá þarf að sýna fram á að breytingarna hafi tilætluð áhrif og í öðru lagi að breytingarna hafi ekki einhver ótilætluð áhrif sem ekki var hugsað út í. Og ef við hugsaum persónukjöri hér, það er náttúrulega jákvætt, persónukjör er jákvæð hugmynd í sjálfu sér. Það er að segja, við erum að gefa kjósendum aukið val, þeir fá að ráða meiru þannig séð. En hins vegar, ef við munið
glæruna sem var með áðan með listanum af öllum hugsanlegum áhrifum af persónukjörum sem hafa verið rannsakaðar. Það er ekkert sagt þessa þætti. Og að mínu viti er nauðsynlegt að taka þá með í reikningi, eða allavega æskilegt til þess að við getum tekið upplýsta ákvörðunum hvort við styðjum þessar breytingar eða ekki. Þannig við getum hugsað tvenns konar rökstuðning. Annars vegar hefði ég viljað sjá empíríska greiningu á áhrifum stjórnskipulags fyrirkomulags. Þá er ég ekki endilega að tala að stjórnlagaráð ætti að fara út í gera rannsóknir sjálf, en allavega taka rannsóknir stjórnmálafræðinga og annarra og meta hver þessi áhrif hafa verið. Hvað gerist þegar við tökum upp persónukjör í mismunandi löndum? Hefur það virkilega áhrif á spillingu? Undir hvaða kringumstæðum hefur það áhrif á spillingu? Undir hvaða áhrifum eykst fyrirgreiðsla þar fram eftir götunum? Og öðru lagi, þá fannst mér líka einfaldlega vanta svona það sem ég kalla lógiska greiningu á aðstæðum stjórnmálumanna og kjósenda. Það er að segja, ef við tökum upp persónukjör, hvers konar val þurfa kjósendur að taka fyrir? Og til þess að gefa dæmi það, er ég nokkuð að falla á tíma? Bara 5 mínútur. 5 mínútur, ok. Ef við tökum bara einfalt dæmi persónukjör, þetta er ekki nákvæmlega kerfi sem að stjórnlagaráð stakk upp á, en við ætlum að gera ráð fyrir að við erum með kerfi þar sem að kjósandi hefur verið 1 atkvæði, við erum bara að kjósa í þessu kjördæmi 1 þingmann og það eru bara 2 flokkar. Þannig að þetta er mjög mikil einföldun. Og við ætlum að ímynda okkur að við höfum einstakling eða hóp einstaklinga sem er fyrst og fremst Evrópuandstæðingur og síðan er hann vinstri maður. Þannig að þessi einstaklingur, hann vill helst fá vinstri sinnaðan Evrópuandstæðing kosinn. Ef það gengur ekki upp, þá var hægri sinnaður Evrópuandstæðingur næst skásti kosturinn. En versti kosturinn væri að kjósa hægri sinnaðan Evrópuandstæðing. Nú, kjörseðillinn gæti litið út eitthvað á þessa leið, þannig við höfum vinstri flokkin hérna vinstra megin og hægri flokkin hægra megin. Vinstri flokkurinn er klofinn hvað varðar Evrópumál, þannig að frambjóðendur, hérna hefur við hvor flokkur hefur 6 frambjóðendur. Það eru 3 frambjóðendur sem eru Evrópusinnar, það eru 3 frambjóðendur í vinstri flokknum sem eru Evrópuandstæðingar, en í hægri flokknum eru allir Evrópuandstæðingar. Nú, það sem ég sagði þennan kjósanda, það sem hann kýs helst væri að fá vinstri Evrópuandstæðing. Þannig að við gerum ráð fyrir og hann er líki best við 5. frambjóðendan hjá vinstri flokknum. Og við gerum ráð fyrir þessu 10 einstaklingar sem hafa þessa skoðun. Nú aðri kjósendur vinstri flokksins gerum ráð fyrir að þeir kjósi Evrópusinna og í hægri flokknum skulum við gera ráð fyrir að atkvæðin dreifast á þennan hátt, það eru sem sagt 35, 30 og 30. Þannig að við tökum saman atkvæðin að þá far vinstri flokkurinn far 110 atkvæði, hægri flokkurinn far 95 atkvæði, þar sem að hægri flokkurinn með fleiri atkvæði þá vinnur hann þingmanninn. Og þingsæti fer til Evrópusinnans út af Evrópusinnin fékk fleiri atkvæði en vinstri sinnaði Evrópuandstæðingur. Ok? Nú, þá sjáum við það að með því ef þessari einstaklingi sem við byrjum með, þessi 10 einstaklingi hér, ef þeir hefðu breytt atkvæðu sinni og staðinn fyrir að kjósa vinstri flokkin, hefðu þeir kosið hægri flokkin, þá hefðu þeir breytt niðurstöðu kosningana. Það er að segja í þessu tilfelli vinnur hægri flokkurinn þingsætið og leið fá þessir kjósendur sem við vorum að færa til frá vinstri til hægri, fá þeir uppáhalds Evrópuandstæðingi sem kjör eða uppáhalds af þessum 3 sem fengu einhverja atkvæði. Það sem er mikilvægt hérna er í raun og veru það að með því að kjósa frambjóðanda sem að kjósandunum þótti bestur, þá endaði með því að hjálpa þá endaði með því að verða þess valdandi að frambjóðandinn sem honum þótti verstu var kosinn. Þannig að þetta er vandamál sem kjósendur munu standa frammi fyrir almennt séð þegar það er persónukjör. Út af því að við vitum ekki endilega hvaða þingmenn fara inn af listum flokkana, að þá getum við endaði í þeirri aðstöðu við kjósum inn á þing, fólk sem við viljum í raun og veru ekki kjósa inn á þing. Og það er náttúrulega áhyggjuefnið að þegar við erum með aðstæður sem þessa, þar sem við erum með flokka sem eru einhvers staðar á vinstri og hægri skalanum, en þeir eru klofnir að einhverju leyti. Þannig að til þess að kjósendur taki skynsamlega ákvörðun í þessum kringumstæðum, að þá þurfa þeir mikið meiri upplýsingar en þegar þeir kjósa einfalda flokka og vita hverjir eru á listanum og eru líklegir til að komast inn á þing. Nú,
að nálgast endan hérna. Þannig að spurningin hversu sanngjarnt að biðja kjósendur að taka afstöðu til persónukjörs þegar ekki hefur verið gerð almennilega grein fyrir möguleikum sem þessum og ekki hefur verið reynt að meta á nokkurn hátt hversu líklega þessar aðstæður eru. Það má vel vera að þetta sé ólíklegt að koma upp á Íslandi, en það var æskilegt að vita eitthvað það. Á samanleyti, önnur hugsanlega áhrif á persónukjöri hefur lítið sem ekkert verið rætt eða allavega ekki allavega. Svipaða sögu má segja flestum öðrum tillögum stjórnlagaráðs hvað var að skipulagsbreytinguna. Það ekki mjög mikil víðtæk greining á hver væntanlega áhrif eru og almennt séð eftir að tillögur stjórnlagaráðs voru settar fram þá er engin alvöru umræða átt sér stað breytingarnar eða mat á áhrifum átt sér stað. Og það sama hvert við lítum. Fjölmiðlarnir hafa ekki staðið sig í stykkinu. Þeir hafa tekið á málum á mjög yfirborðskenndan hátt og það afar sjaldgæft að sjá stjórnmálafræðinga ræða þessa hluti í fjölmiðlum nema þeir hafi setið í stjórnlagaráði. Stjórnmálaflokkarnir að sama skapi hafa ekki viljað taka á þessum tillögum sem að vissu leyti skiljanlegt þar sem við erum búin að fara í gegnum þjóðaratkvæðagreiðslu og hugmyndin hefur svona verið að þetta ferli eigi að vera fyrir utan stjórnmálaflokkana. En á sama tíma þá hefur verið nokkuð greinilegt að fólk hefur skipt í fylkingar á grundvelli stjórnmálaskoðanir eða stuðningi við stjórnmálaflokka sem mjög óæskilegt og ekki svona vel til þess fallið til þess að byggja almennan stuðning við nýja stjórnarskrá. Þannig að stjórnmálaflokkarnir hafi ekki staðið sig í stykkinu alveg. Ég held að þeir hafa annarkvort verið að standa algjörlega tilbaka og segja ekki neitt sem að þeir gerðu ekki eða þá þeir ættu að taka þátt í umræðinu á alvöru og málefnalegan hátt. Þannig að mínu niðurstöða eða mín skoðun á tillögum stjórnlagaráðs að þetta eru vissulega hugmyndir sem að stjórnlagaráð hefur sett fram og það alveg þess virði að skoða þessar hugmyndir. Í þjóðaratkvæðagreiðslunni þá hafa kjósendur lýst vilja sínum stuðningi við þessar tillögur en ég ekki alveg sannfærður að þær skoðanir hafi verið fullkomlega upplýstar. Ég held að kjósendur hafi átt skilið að vita aðeins meira hvaða valkostir voru til staðar, hver áhrifin af þessum breytingum, hver líklega áhrif af þessum breytingum eru og þar af leiðandi held ég að við séum svona nokkuð innan byrjunarreit. Ég held að tillögur stjórnlagaráðs séu góður byrjunarpunktur en ég held við eigum eftir að eiga í alvöru umræðu hver væntanlega áhrif eru og enda hérna með smá auglýsingu bara, þetta enda gamalt, semst ég var með blogg málefni stjórnlagaráðs þegar fundinir áttu sér stað, þannig að þar tala ég ýmis önnur atriði, önnur stjórnskipulegu atriði og það leslisti þarna með sér líka Takk hérlega fyrir. Þökkum Indriða fyrir mjög athyglisverðan fyrirlestur. Næstur í pontu Ólafur Þ. Harðarson prófessor. Hann mun ræða fyrirkomulag kosninga til stjórnlagaþings og ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu stjórnarskrártillögur í ljósi hugmynda stjórnmálafræðingum val kjósenda í lýðræðissamfélögum nútímans. Gjörðu svo vel, Ólafur. Forseti Íslands, forseti Alþingis og góðir tilheyrendur. Viðfangsefni mitt í dag að fjalla ofurlítið það hvernig vilji kjósenda hefur birst eða komið fram varðandi þetta ferli sem við höfum verið að fara í gegnum undanfarin ár varðandi stjórnarskrána, velta það upp ýmsum álitamálum og sumt að því hefur í rauninni kannski líka afleiðingar fyrir hugmyndir okkar heppilegt stjórnarskrár fyrirkomulag. Byrja á grundvellinum, rifja það upp með hvaða hætti birtist vilji kjósenda almennt í fulltrúalýðræði í þessum einkanlega þessum þróuðu lýðræðisríkjum í
Evrópu, Norðurlöndunum og Bandaríkjum. Kosningar eru lykil mekanismi í að vilji kjósenda komi fram og í kosningum eru menn svo í einfaldi að velja aðalegum tvennt, annars vegar menn og hins vegar málefni eða lífssýn stundum. Grundvallaratriði í öllum þessum þroskuðu lýðræðiskerfum eru stjórnmálaflokkar. Það eru stjórnmálaflokkar sem að eru í rauninni, við getum sagt á vondu máli, þeir eru hinir skipulegu málefnapakkar, þeir eru fáeinar skiljanlegar tegundir af lífssýn og stefnumálum sem að kjósendur geta kosið í kosningum. Það má vera að það séu til fleiri leiðir, en það hefur enginn fundið betri leið. Það hefur enginn fundið betri leið til þess að birta vilja almennings heldur en með stjórnmálaflokkum. Stjórnmála vita allir að stjórnmálaflokkar hafa marga galla og oft gera þeir þetta ekki mjög vel. Þeir geta verið grautarlegir, þeir geta verið hentistefnuflokkar, þeir geta verið fyrirgreiðsluflokkar, en enginn hefur fundið betri leið. Hins vegar þá hefur það verið athygli þetta síðustu árin að menn hafi verið víða í þessum ríkjum að prófa sig áfram með aukið beint lýðræði. En þær tilraunir hafa almennt talað verið varfærnislegar. Menn hafa tekið lítil skref vegna þess að menn hafi verið hræddir vegna þess að lýðræðið er brothætt fyrirkomulag og menn hafi verið hræddir við að taka of stór skref í einu. En ég undirstrika að tilraunir, ekki síst á sveitarstjórnarstigum, með aukið beint lýðræðið, aukna beina þáttöku eru mjög áhugaverðar. Hins vegar er líka rétt að vekja athygli á því að tillögur stjórnlagaráðs beint lýðræði ganga mun lengra heldur en nánast allar nágrannaþjóðir okkar hafa gert. Það getur vel verið að menn vilji taka það skref, en það er lykilatriði að kjósendur og aðrir viti að hér er verið að taka mjög róttækt skref í áttina að beinu lýðræði og gera svo upp við sig hvort þeir eru hlynntir því eða ekki. Nú, til viðbótar þessu eru auðvitað margvísleg óbein áhrif. Flokkar eru nefnilega þannig að þeir laga sig að venjulega vilja kjósenda, að minnstu hvort þeir ætla að ná árangri. Við getum til dæmis bara litið á nýlegar kosningar í Bandaríkjunum. Nú fara fram miklar umræður það í repúblikanaflokknum af hverju þeir töpuðu. Eru þeir að komast í viðvarandi ástand þar sem að þeir eru komnir með stefnumál sem eru þannig að líkurnar á því að þeir geti náð völdum séu að minnka og jafnvel hverfandi. Þannig að áhrif kjósendan á stjórnmálaflokkana eru með margvíslegum hætti. Varðandi stjórnarskrármálið þá var ákveðið að taka það út úr þinginu, út úr hinum hefðbundna farvegi. Það var ákveðið að kjósa stjórnlagaþing og hugmyndin stjórnlagaþing hefur ýmsa kosti. Hún hefur líka galla. Þá var spurningin hvernig eigum við að kjósa stjórnlagaþingið. Og það var ákveðið að gera það þannig að hafa persónukjör. Það var engin samtök, engar heildir í framboði, einstaklingar, bara persónukjör. Öðru lagi var ákveðið að landi væri allt eitt kjördæmi. Í þriðja lagi var ákveðið að nota ágæta kosningaaðferð, single transferable vote, sem við vorum hér í stjórnmálafræðinni í gamla daga að reyna að þýða sem staka færanlega atkvæði og ég sting ennþá upp betri tillögu. Nú, allt þetta hafði auðvitað áhrif á samsetningu stjórnlagaþingsins. Sumar voru fyrirséðar, aðrar kannski ekki. Og ég vil aðeins nefna áhrif þessara þriggja þátta. Persónukjörið, hvað þýddi það? Það þýddi að það var kosið í 25 sæti. Það voru á 700 frambjóðendur til þingsins, engir stjórnmálaflokkur, engar hreyfingar, engir málefnapakkar. Það var algjörlega ljóst í þessu kosningum að kjósendur gátu ekki tekið eða kosið eftir málefnum. Það var engin leið fyrir mig ef ég var hlynntur því í aðalatriðum að halda áfram með svona lýðræðiskerfi eins og eru á Norðurlöndunum, að ég gæti kosið einhvern sérstakann hóp fyrir það. Ef ég vildi koma á forsetaræði að bandarískri fyrirmynd, það var ekkert í boði. Það sem ég gæti kosið, og frambjóðendurnir voru náttúrulega líka svo margir að þeir gátu ekkert almennilega kynnt sig. Reyndan mjög skemmtileg svona aðferð hvernig Ríkisútvarpið kynnti þá.
sem fyrir ýmsum var svona eins og jólakveðjurnar í útvarpinu. Sem sé, persónukjörið hafði það í för með sér að engar stefnur voru kosnar á stjórnlagaþingið. Stjórnlagaþingið hafði ekkert sérstakt umboð stefnur frá kjósendum. Og þetta held ég að sé óhjákvæmilegt eða nánast óhjákvæmilegt afleiðing ef við erum með persónukjör og enga flokka. Að minnsta kosti auglýsi ég ekki tillögum annað ef einhver hefur þær. Annað atriðið sem ég nefndi var að landið væri eitt kjördæmi. Það hafði þær afleiðingar sem að kannski voru ófyrirséðar að í kosningunni voru nánast engir landsbyggðarmenn kosnir. Það kannski allt í lagi, en það afleiðing af kerfinu, eitt af því sem að kerfi býður upp á og mikilvægt að menn viti að svona kerfi býður upp á það. Í þriðja lagi þá voru 25 frambjóðendur og það hafði líka áhrif og ég held reyndar á þess að geta, ég þannig að ræða það betur við Þorkelvin minn hér síðar að þegar frambjóðendur eru 25 í einu kjördæmi að þá held ég að margir kostir single transferable vote hverfi. En það, ég ætla ekki út í það hér. Ég vil hins vegar bara aðeins nefna að því að stundum þá hugsa menn ekki til enda að nú hefur single transferable vote verið notað að vísu mjög óvíða en það notað til dæmis í Írlandi. En hvernig það útfært í Írlandi? Þar eru lítil kjördæmi, 3 til 5 í kjördæmi. Flokkarnir ákveða hverjir í framboði. Það eru tiltölulega fáir í framboði í hverju kjördæmi þannig að kjósandi getur kynnt sér alla frambjóðendurna. Þetta í rauninni, þarna eru flokkarnir, menn kjósa flokka þó þeir geti kosið einstaklinga úr mörgum flokkum þarna, að flokkarnir í rauninni struktúrera kosninguna og bara þetta sem virðist kannski tæknilegt atriði, hvort er verið að kjósa 3 eða 5 annars vegar og 25 hins vegar, gæti virst reikningslega eitthvað sem það þarf ekki að hafa áhyggjur af, en getur haft og ég held að hafi haft þarna verulega mikil áhrif sem ég ekki viss að menn hafi hugsað út í. Þannig að í Írlandi geta kjósendur kosið málefni vegna annarra þátta í kerfinu þrátt fyrir persónukjörið. Og í framhjólaupi að því sumir sem eru haldurinn hvort persónukjör halda að með því þá sé klárt að flokkarnir séu veiktir, hinir illu flokkar séu veiktir og þingmenn verði ofboðslega sjálfstæðir. Að í þessu írska kerfi að þá eining í þinginu innan flokkana, það að segja það sem stundum að kalla flokksægi í stjórnmálaflokkunum, ekki 97% eins og hér, það 100%. Þetta dæmi hluti sem Indriði var að nefna hér áðan, sem að kannski hollt að skoða pínulítið áður en maður tekur ákvörðun. Þetta sýnir okkur líka að kerfi sem fljótt á litið virðist vera eins, heitir þarna single transferable vote, að það getur haft gríðarlega mismunandi afleiðingar eftir því nákvæmlega hvernig það útfært og inn í hvaða kringumstæður það sett. Nú niðurstaðan, það engin ástæða til að ætla að samsetning stjórnlagaþings og svo stjórnlagaráðs hafi endurspeglað vilja kjósenda stefnu. Og það kann að vera allt í lagi, þetta ráðgefandi, það var kannski ekkert markmiðið að þessi hópur ætti endilega endurspegla þjóðina í upphafi, það kæmi síðan framhald þar sem að væri farið í gegnum hinna lýðræðislegu prósessa og kjósendur á endanum gætu fengið að láta í ljós álit sitt. Hins vegar þá eru ýmsar fleiri aðferðir sem að koma til greina til þess að vinna svona vinnu. Ein náttúrulega bara sérfræðingahópar eins og auðvitað hefur líka verið gert. Nú stjórnlagaráðið sem að ég held að þetta sé til mikillar fyrirmyndar, það bauð almenningi upp og að senda inn tillögur og hugmyndir. Það fínt, mjög jákvætt, en það engin birting á vilja almennings og það bara allt í lagi. Nú síðan vorum við að halda þjóðfundi, ég ætla ekki að ræða það hér en að mínum mati eru þau gjörsamlega gagnslaus aðferð, alveg skelfileg aðferð ef menn ætla að fá eiginlega eitthvað að viti út úr þeim, en ég ætla ekki að ræða það frekar hér. Það hægt að gera vandaðar skoðanakannir sem að myndi í rauninni gefa okkur miklu betri upplýsingar vilja almennings
En þá gallinn við skoðanakannanir sem eru gerðar á einum tíma að það vantar hérna upplýstu umræðu. Og þess vegna ég mjög skotin í aðferð sem hefur svona í vaxandi mæli verið notuð og náttúrulega hönnuð af stjórnmálafræðingum og heitir deliberative polling, sem aðferð þar sem í rauninni verið að reyna að samræma sem sé mælingu á vilja almennings, en ekki bara vilja almennings, heldur vilja almennings eins og hann væri ef almenningur hefði kynnt sér málið almennlega. Og aðferðin bara þessi: þú velur slembiúrtak og síðan færðu þennan hóp sem kemur í úrtakið, hann svarar spurningum afstöðu sína til mála. Síðan fundað kannski í 2-3 daga þar sem vandlega hefur verið undirbúið, helstu rök með og móti málinu. Menn í hópum og ræða málið fram og aftur, og síðan aftur skoðað hvernig afstaðan hefur breyst. Og niðurstaðan úr þessu oft á tíðum mjög merkileg, vegna þess að það kemur í ljós að kjósendur, eða það venjulegt fólk, það fullkomlega fært að tala af viti mál og skipta skoðun. Og gætu sumir aðrir lært af því. Nú, stjórnlagaráðið kaus að setja fram tillögu að nýrri stjórnarskrá í heild. Og þessa tillögur fóru til Alþingis, en eftir því sem ég best veit hefur þar lítil eða engin umræða efnisleg farið fram tillögurnar. Það finnst mér mjög alvarlegt, mjög skrítið. Það að segja að það auðvitað nauðsynlegt að Alþingi fjalli mjög ítarlega þessar tillögur og fái ítarlega líka sérfræðilega ráðgjöf þær. Í staðinn þá var nokkrum mánuðum fyrir kosningar ákveðið að hafa ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu, og það er auðvitað ákvörðun. Hins vegar rétt að segja nokkur orð þessa atkvæðagreiðslu og bara hvað hún þýðir og hvað hún þýðir ekki. Atkvæðagreiðslan snerist ekki að samþykkja eða hafna tillögum stjórnlagaráðs. Þá hefði bara verið spurt að því. Í staðinn, og atkvæðagreiðslan, hún fjallar heldur ekki einstakar tillögur stjórnlagaráðs. Hún var ekki það. Og hvað var hún þá? Hún var í fyrsta lagi það með almenn spurningum það hvort að leggja skuli tillögur stjórnlagaráðs til grundvallar nýrri stjórnarskrá. Og fyrir því var afgerandi meirihluti þeirra sem það tóku þátt. Þannig að það mikill stuðningur við tillögur stjórnlagaráðs í þeim skilningi. En hins vegar opnar þetta spurningin auðvitað verulegan ágreining hvað þýðir í grundvallaratriðum. Ég held að það þýði augljóslega að minnstakosti ekki að þjóðin hafi verið að samþykkja tillögurnar svona nokkurn veginn óbreyttar. Þá hefði bara verið rétt að spyrja tillögurnar. En svo hafa þingmenn bara á endanum sjálfdæmi það hvernig þeir túlka grundvallarbreytingar eða það sé lagt til grundvallar. Þannig að það í rauninni mjög opið, og mér sýnist að þingið hafi verulegt svigrúm til þess að gera breytingar á útfærslum stjórnlagaráðs. Til viðbótar voru svo 5 almennar spurningar atriði sem koma að stjórnarskránni. Það var þjóðkirkjuna, það var jafnt vægi atkvæða, það var persónukjör, það var þjóðareign og auðlindum, og það var þjóðaratkvæðagreiðslur. Og rétt að undirstrika að það var ekki spurt tillögur stjórnlagaráðs í þessu efni. Þetta voru almennar spurningar sem að hægt að komast, menn geta til dæmis verið sammála meiri þjóðaratkvæðagreiðslum en viljað útfæra það með allt öðrum hætti heldur stjórnlagaráðið. Þannig að við getum enga ályktun dregið af því að menn vilji meiri þjóðaratkvæðagreiðslur, þeir þar með að skrifa upp á þá útfærslu sem kemur fram í tillögum stjórnlagaráðs. Það vísu hægt að flækja málið með því að segja já, en það var samþykkt að það ætti að grundvalla þetta á tillögum stjórnlagaráðs, en það á augljóslega ekki við samt einstök atriði.
Ég vil taka, er ég búinn? Já, þá tala ég 2,5. Taka dæmi, jafnt vægi atkvæða. Það kom alveg fram skýr niðurstaða að meirihluti kjósenda vill það. Tillögur stjórnmálaráðs segja reyndar að vægi atkvæða skuli vera jafnt og við getum alveg sagt að þessi ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla, hún tekur klárlega undir þá hugmynd, algjörlega. Hins vegar er fleira í tillögum stjórnmálaráðs sem þessu tengist, til dæmis það að landið sé eitt kjördæmi, til dæmis það að það megi skipta landin að þingið sé eitt kjördæmi, það megi skipta því í kjördæmi samt og hugmyndir útfærslur. Þetta var ekkert kosið í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Og það eru margar aðrar leiðir til að útfæra kosningakerfi þar sem vægi atkvæða er jafnt eða nokkurn veginn jafnt með öðrum hætti heldur en stjórnlagaráð gerði og ég sé ekki betur en að þingið hafi getið auðveldlega gert það. Annað atriði var aukið persónukjör í stjórnarskrá frá því sem nú er. Þetta er að vísu svolítið skrítin spurning vegna þess að það er hægt að skilja hana þannig hvort að mann vilji hafa ákvæði í nýrri stjórnarskrá sem að bjóði upp á meira persónukjör heldur en núverandi stjórnarskrá gerir. Þá verður nú spurningin skrítin vegna þess að núverandi stjórnarskrá leyfir algjörlega allt persónukjör nema ekki að menn kjósi frambjóðendur á mismunandi listum. Þannig að ef að skildum spurningunum svona þá þýddi hún bara það að þeir sem sögðu já við auknu persónukjöri að þeir vildu að sú tillaga stjórnlagaráðs sem að þeir bjóða upp á að menn geti kosið á milli flokka en ekki bara raða á flokkslistum að þá þýddi það bara það að þeir væru að segja já við því að menn vildu að kjósendur ættu í persónukjöri að fá að kjósa frambjóðendur af mörgum listum. En þá hefði náttúrulega verið miklu eðlilegra að spurja viltu persónukjör þar sem að kjósendur geta kosið frambjóðendur á mörgum listum. En ég held hins vegar að þetta hafi ekki verið það sem menn ætluðu að spurjum og í leiðbeiningum með kjörinu kom fram að sennilega væri átt við það að menn vildu í stjórnarskrá ákvæði persónukjör sem að gengju lengra heldur en núverandi ákvæði kosningalaga persónukjör. Og það er greinilegt að mikill meirihluti vill það. Það þýðir ekki að þjóðin hafi samþykkt þá útfærslu sem að kemur fram í tillögum stjórnlagaráðs. Það er hægt að útfæra persónukjör með margvíslegum öðrum hætti heldur en það er lagt til, eins og gert er í Danmörku, eins og gert er í Svíþjóð og þar er með göttunum. Þannig útfærslan er opin, þjóðin vill sem sé meira persónukjör en útfærslan er opin. Aðeins kjörsóknin og niðurstöðurnar sem menn hafa verið að tala sko, fyrir mér er kjörsóknin um 50%, menn geta rifist hvort það er lítið eða mikið. Það var klár meirihluti á öllum spurningunum. Menn geta velt fyrir sér hvort að þeir sem sátu heima hafi haft einhverjar allt aðrar skoðanir heldur en þeir sem kusu. Það sem ég hef nú séð að skoðanakönnunum bendir og hindrar alls ekki til þess. Þannig ég sé enga ástæðu til að ætla annað en að niðurstaðan í grófum dráttum endurspegli vilja þjóðarinnar eins og hann er á þessari stundu og miðað við þær upplýsingar sem að þjóðin hefur á þessari stundu. Endingu þetta, hvar er þá málið eiginlega statt? Og ég veit það ekki alveg, en mér finnst að þrátt fyrir að margt hafi verið mjög vel gert í þessu ferli öllu, að þá séum við dálítið með þetta mál í hefðbundnum vítahring íslenskra stjórnmála, þar sem má draga fram að þessi kannski tvennt sem að einkenni ákvarðanatöku og svo maður einfaldi aðeins. Í fyrsta lagi gildir það mjög mörg mál sem koma til þingsins að þau eru illa undirbúin. Þeim hafi verið kastað til þess höndunum í ráðuneytunum að semja eða frumvörpum flókin efni á tiltölulega stuttum tíma. Vinnubrögð sem við þekkjum hér í nágrannalöndunum, þar sem að sett er nefnd, sérfræðinganefnd sem vinnur í 3 ár, eða hvað það er, til að reyna að fara í gegnum alla helstu fleti með skýr markmið, hvað á löggjöfin að leysa, hvernig er þetta gert annar staðar, hvaða vandamál hafa komið þar upp og síðan sé slík niðurstaða lögð fyrir þingi. Þetta því miður heyri til undantekninga að ég hygg í
í íslenska stjórnmálakerfinu. Og mér fannst það sem Indriði sagði hér áðan sýna glögglega fram á að ef við vildum taka raunverulega upplýsta ákvörðun, að vísu kannski svolítið í fílabeinsheiminum, en við vildum taka upplýsta ákvörðun þar sem við værum raunverulega áður en við ákveðum persónukjör eða hvað það nú er, að við værum búin að skoða hvaða litteratúr til þetta, að við erum bara ekki enn á því stigi. Nú síðan hefur mér sýnst málsmeðferðin líka vera í hinum íslenska vítahring, einhverja hluta vegna, sem er nú merkilegt vegna þess að fyrir allmörgum árum þá var nú stjórnarskrárnefnd þar sem að menn voru, held ég meir og minna úr öllum flokkum, sammála mörg meginatriði, nema reyndar eitt sem var synjunarvald forseta Íslands, og ég held að það sé ennþá ágreiningur það nema það hafi verið skipt lið, en ég er þó ekki viss það án ábyrgðar. En sem sé að við séum komin bara í svona vítahring þar sem menn karpa og það er ekki raunverulegur vilji til að láta í rauninni reyna á það hvaða þætti er raunverulega sátt, reynum að ganga frá því og þá getur maður verið sammála það. Það getur vel verið að þá standi út af einhverjum þættir sem að ekki er sáttum og ég er ekki einn af þeim sem að held því fram að það eigi aldrei að afgreiða neina hluti í stjórnarskrá nema hann sé fullkomin sátt. Stundum verður að höggva á hnúta og meiri hluti verður að ráða. En hins vegar er heppilegast að menn reyni að ná sátt allt sem hægt er að ná sátt og þá bara greiðir mann atkvæði það hvort á þingi eða í þjóðaratkvæðagreiðslu hitt. Þannig að því ég er nú bjartsýnismaður þá vonast ég til þess að umræðan fari í framhaldinu í upplýstari og málefnalegri farveg og ég ætla ekki að spurja Indriða að því hverjar empirísku líkurnar á því að svo fari séu. Takk. Takk Ólafur. Við ætlum að miða við að eiga hér hálftíma í lokin til umræðin og fyrirspurna. Síðastur en ekki sístur er Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor. Í sínu erindi ræðir hann hvaða rök hafa staðið til þess að setja af stað vinnu við endurskoðun stjórnarskrárinnar 2009 og hvort sú vinna sem hingað til hefur farið fram í samræmi við þær röksemdir. Með hliðsjón af ferlinu fram að þessu mun hann skoða hvort eðlilegt sé að líta svo á að undirbúningi sé lokið eða hvort veigamikill hluti vinnunar við endurskoðun stjórnarskrárinnar sé óunnin. Gunnar Helgi, gjör svo vel. Forseti Íslands, forseti Alþingis, ágætu fundafólk. Ég held að það sé gagnlegt á þessum punkti þegar að sumir halda að samningu nýrrar stjórnarskrár sé að mestum lokið en aðrir halda að hún sé rétt að byrja. Að reyna að rifja aðeins upp hvaða rök hafi staðið til þess að setja af stað þá vinnu við endurskoðun stjórnarskrárinnar sem fór af stað í kjölfar hrunsins 2008. Vandinn er vissu sá að það er engin samstaða það hvers vegna. Það var engin samstaða það hvers vegna skyldi lagt í þetta ferðalag meðal þeirra sem yfirleitt vildu að í það væri farið sem voru langt frá því allir. En ég hef heyrt þrenns konar rök. Í fyrsta lagi hefur því iðulega verið haldið fram að endurskoða þurfti stjórnarskrána vegna þess að hún hefði átt þátt í að stuðla að hruninu. Reyndar hef ég hvergi séð þessa skoðun ítarlega rökstudda og það er til að mynda ekki niðurstaða í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis að það þurfi að endurskoða stjórnarskrána. Sú skoðun kemur hins vegar fram í skýrslu þingmannanefndar sem fylgdi í kjölfarið að það þyrfti að endurskoða stjórnarskrána en hún er ekki rökstudd þar með hliðsjón af hruninu. Ýmsir af talsmönnum endurskoðunar hafa látið að því liggja að ójafnvægi í samskiptum þings og ríkisstjórnar hafa átt þátt í hruninu. Vandinn við þessa skoðun hins vegar sem hefur hvergi verið útfærð er að það sem er kallað ójafnvægi í þessu samhengi er einfaldlega það stjórnarfyrirkomulag sem hefur reynst mjög vel í okkar heimshluta og kallast þingræði. Nú í öðru lagi hefur því verið haldið fram að jafnvel þótt stjórnarskráin hafi sjálfu sér ekki verið stór áhrifaþáttur í hruninu hafi það skapað tækifæri til að ganga í þá heildarendurskoðun sem var lofað
þegar núgildandi stjórnarskrá var sett árið 1944. Og þetta kann að vera rétt, svo langt sem það nær. En þetta hins vegar í besta falli rök fyrir því að endurskoða 1., 2. og 5. hluta stjórnarskrárinnar. Það er að segja hinn almenna inngangskafla, kaflan framkvæmdavaldið og kaflan dómsvaldið. Því aðrir kaflar hafa þegar verið endurskoðaðir. Kaflan alþingiskosningar hefur allur verið endurskoðaður. Mikilvægir hlutar kaflans Alþingi voru endurskoðaðir 1991 og mannréttindakaflinn var endurskoðaður 1995, svo dæmi séu tekin. Þetta þannig rök fyrir endurskoðun á tilteknum hlutum stjórnarskrárinnar, auk þess sem kannski kann að vera ástæða til þess að skoða einhverjar aðrar einstakar breytingar. En þetta eru vel að merkja ekki rök fyrir því að skipta megin stoðir stjórnskipunarinnar eins og nú stefnir í. Í þriðja lagi þá má halda því fram að endurskoðun stjórnarskrárinnar geti verið hluti af almennu uppgjöri við hrunið, tækifæri til að staldra við, spyrja spurningu það hvert við stefnum og hvert við viljum stefna. Ef að þetta tilgangur, þá mikilvægt að ferlið sé vandað, ákvarðanir þær byggja á skýrum forsendum og vönduðum upplýsingum vönduðum staðreyndagrunni og jafnframt að það sé stefnt að samstöðu niðurstöðuna. Þetta í sjálfu sér ekki krafa róttæka uppstokkun stjórnskipunar, heldur þetta krafa rökræðu og samstöðu á nýjum grundvelli. Slíkt ferli, það tekur tíma, það kostar rannsókn og er hugsanlega skynsamlegt að skipta niður í nokkra mismunandi áfanga. En mælistíkurnar sem eðlilegt væri að leggja ferlið út frá þessum sjónarmiði einfaldlega hvort að stuðla að upplýstri niðurstöðu og samstöðu. Við skulum skoða hans ferlið sem hefur farið fram hingað til með þessa hluti í huga. Megin áfangarnir í ferlinu hingað til eftir að Alþingi samþykkti lög stjórnlagaþing árið 2010 voru í fyrsta lagi þjóðfundur, öðru lagi stjórnlaganefnd, þetta ekki í réttri röð endilega, í þriðja lagi kosning stjórnlagaþings, í fjórða lagi störf stjórnlagaráðs og í fimmta lagi þjóðaratkvæðagreiðslu tilteknar tillögur. Við skulum skoða þetta svolítið hvert fyrir sig. Með þessi tvö atriði í huga byggir umræðan og niðurstaðan á rannsókn, hún líklega til þess að stuðla að samstöðu. Skoðum aðeins þjóðfund fyrst. Viðfangsefni þjóðfundarins samkvæmt lögum stjórnlagaþing var, eins og segir hérna, að kalla eftir meginsjónarmiðum og áherslum almennings varðandi stjórnskipun landsins og stjórnarskrá og breytingar á henni. En til fundarins, eins og þið vitið, þá var valið með 1000 manna slembúrtak úr þjóðskrá. Það alltaf flókið viðfangsefni að túlka vilja hópa. Það til margvíslegar aðferðir sem hafa verið þróað til að ráðgast við almenning, oft reyndar afmarkaðir hópa eins og íbúa sveitafélaga og starfsfólk fyrirtækja. Og flestar þessara aðferða þær njóta sín best í þröngum hópum, tiltölulega afmörkuðum þar sem að ganga má út frá ákveðinni lágmarksþekkingu þátttakenda á þeim málefnum sem til umræðu eru. Ef slíkri þekkingu ekki til að dreifa eða ekki hægt að ganga út frá henni, þá hlýtur það að vera verkefni þeirra sem standa fyrir samráðinu að dreifa upplýsingu til þáttakenda og rannsóknir sína, eins og Ólafur var að segja frá hér áðan, að slíkar upplýsingar þær hafa veruleg áhrif á niðurstöður. En jafnvel þó að þáttakendur séu vel upplýstir, það var ekki víst að það myndist neinn samstaða, ekki neitt sameiginlegur vilji, því skoðanir eru oft skiptar. Almannaviljinn við slíkar aðstæður ekki til í þeim skilningi að skoðanir eru skiptar og það jafnvel ekki til neitt meirihlutavilji í mörgum atriðum, heldur bara margar ólíkar skoðanir. Aðferðafræði þjóðfundarins, í henni virðist hafa verið hlaupið yfir bæði þessi atriði. Það engin leið var til þess að stuðla að þekkingu þáttakenda á jafn flóknu viðfangsefni á þeim dagsparti sem þjóðfundurinn hafði til umræða og engin kerfisbundin aðferð var notuð til að meta hugsanlegan skoðanágreining í hópnum. Niðurstaðan hlaut því óhjákvæmilega að vera mjög almenns eðlis, hugmyndaský, af því tagi sem í raun veitir enga leiðsögn við jafn flókið viðfangsefni eins og endurskoðun stjórnarskrárinnar er. Í því efni sem að finna má í skýrslum og vefsíðum aðstandenda þjóðfundarins kemur hvergi fram að rannsókn hafi verið framkvæmd á réttmæti og áreiðanleika þessarar aðferðar og því í raun og veru sáralítið við þessar niðurstöður að gera. Það má fullyrða
að vönduð skoðanakönnun hefði veitt mun betri upplýsingar viðhorf almennings eru bara brot af þeim fjármunum sem var eytt í þjóðfundinum. Öðru lagi stjórnlaganefnd. Auk þess að undirbúa þjóðfundin þá hafði stjórnlaganefnd sem var kosin á Alþingi 16. júní 2010 það verkefni, eins og segir hér, að annast söfnun og úrvinnslu fyrirliggjandi gagna og upplýsinga stjórnarskrármálefni sem nýst geta stjórnlagaþingi og ennfremur að leggja fram hugmyndir til stjórnlagaþings breytingar á stjórnarskrá. Megin afurð stjórnlaganefndar var skýrsla í 2 bindum sem útkom 2011 og hefur geyma annars vegar ýmsar hugmyndir breytingar á stjórnarskrá og athugasemdir stjórnlaganefndar við þær og hins vegar stuttar skýrslur 12 afmörkuð atriði sem samdar voru á sérfræðingum. Auk þess reyndar yfirlit yfir núgildandi stjórnarskrá sem bætir kannski ekki mjög miklu við það sem að vitað var fyrir. Þótt ýmislegt sé ágætlega unnið í þessari skýrslu þá einkennist hún af því að lítið er gert til að meta líkleg áhrif þeirra tilnagna sem fjallað er Þó að fyrirliggi félagsvíslegar rannsóknir eins og Indriði var að benda á hér áðan á mörgum þessara atriða virðist ekki hafa verið gerð kerfisbundin tilraun til að leggja þær til grundvallar áliti nefndarinnar. Í staðinn hverja tillögu fjallað fyrst viðhorf þjóðfundar, síðan koma stikkorð það hvaða efni sé til skoðunar, þá lýsing á umræðum í nefndinni sem eru fyrst og fremst lögfræðilegar í samræmi við það hvernig náttúrulega nefndin var skipuð eða mjög almenns eðlis og loks tillögur eða valkostir að lagatextum. Ef að þetta sá þáttur ferlisins þar sem að rannsókn málsins átti að fara fram, virðist ekki hafa tekist vel til. Miðlungi mikilvægt lagafrumvarp í nágrannalöndum okkar í Skandinavíu fær vandaðri rannsókn heldur en þetta. Kosning til stjórnlagaþings var síðan næsti þáttur ferlisins. Hún fór fram 27. nóvember 2010. Þar var valið kosningafyrirkomulag sem nánast útilokaði að vitræn umræða gæti farið fram í aðdraganda þingsins og gerði það verkum að fulltrúar á þinginu höfðu ekkert raunverulegt pólitískt umboð. Það, frekar heldur en þeir smávægilu ágallar sem dómarar Hæstaréttar gerðu athugasemdir við, var hinn raunverulega harmsaga þessara kosninga sem að Ólafur Þ. Harðarson hefur annars gert ágæta grein fyrir hérna á undan. Og hér á myndinni vel að merkja eru bara 280 manns en í framboði voru 520. Störf stjórnlagaráðs. Megin einkenni málsmeðferðarinnar á stjórnlagaþinginu voru að þrátt fyrir lýðræðislegt umboðsleysi sitt ákvað það að víkka verulega þann ramma sem það starfaði í og semja alveg nýja stjórnarskrá, frekar en að leggja áherslu á þá þætti í gömlu stjórnarskrárinnar sem enn stóðu óskoðaðir. Til að gera þetta hafði stjórnlagaráðið strangt til tekið heimild frá Alþingi en orðalag greinargerðarinnar með frumvarpi til laga stjórnlagaþing það bendir þó til að löggjafinn hafi haft afmarkaðri verkefni í huga. Eða eins og segir í frumvarpinu, eða í greinargerð með frumvarpinu, í frumvarpinu er ráðgert að stjórnlagaþing taki meðal annars sérstaklega til skoðunar efnisatriði sem staðið hafa nær óbreytt allt frá setningu stjórnarskrárinnar 1874 og falla einkum undir fyrsta kafla hennar nokkur grundvallarhugtök íslensks stjórnskipulags, annan kafla framkvæmdavaldið og tengsl þess við löggjafarvaldið og 5. kafla dómsvaldið. Þingið getur þó jafnframt tekið til endurskoðunar hvað eina annað sem það kýs eða lagt til að bætt verði við stjórnarskrána nýjum ákvæðum og köflum sem ekki hafa staðið þar til þessa. Frumvarp stjórnlagaráðs og skýringa með því er sumt áhugavert plagg þar sem að framkoma hugmyndir sem ástæða væri til að ræða. Það geldur hins vegar fyrir þá útvíkkun verkefnisins sem ráðið valdi sér og víða hefur það samið breytingatillögur eða nýjar greinar sem byggja ekki á neinni rannsókn eins og til dæmis persónukjör. Víða er líka að finna tillögur sem eru studdar afar huglægum rökum eða eru vilt alls ekkert rökstuddar. Ástæður þessarar útvíkkunar og verkefnum ráðsins virðast einkum vera tvær, annars vegar virðist metnaður sumra meðlimar ráðsins hafa staðið til að gera róttæka uppstokkun á stjórnkerfi landsins og hins vegar þá valdi stjórnlagaráð sér vinnulag sem gerði að verkum að útkoma var nánast eins og óskalistu breytingar frekar en yfirvegur rannsókn á kostum og göllum einstakra hugmynda eða innra samhengi þeirra. Þannig valdi stjórnlagaráð sér í upphafi þá aðferð að afgreiða mál í samstöðu frekar með atkvæðagreiðslum og í lok ferlisins var einstökum stjórnlagaþingsmönnum síðan stillt upp undir miklum þrýstingi gagnvart því að kjósa með tillögunum í heild eða á móti. Útkoman varð heildarendurskoðun með mörgum nýjum hugmyndum sem ekki höfðu fengið viðhlítandi rannsókn og má í raun og veru allt eins líta á sem óskalista frekar en vel útferða heildartillögu.
En í ljósi forsögunar það kannski ekki að koma á óvart að meðlimir ráðsins hafa viðrað ólíkar skoðanir á stöðu málsins, sumir telja að því sé lokið, aðrir líta á frumvarpsdrögin sem umræðuplagg. Þá komum við að síðasta hlutanum, þjóðaratkvæðagreiðslunni 20. október síðastliðnum. Í þjóðaratkvæðagreiðslunni þá fengu kjósendur að taka afstöðu í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu eins og Björg benti á, 6 atriði sem tengjast stjórnarskránni. Hver var tilgangurinn með þessari þjóðaratkvæðagreiðslu? Fyrst hún var ekki bindandi, hefði allt eins mátt gera skoðanakönnun þessu mál með mun minni tilkostnaði og mun meira upplýsingagildi vil ég bæta við. En tilgangurinn var að öllum líkindum aldrei að afla upplýsinga. Tilgangurinn var að þagga niður umræðu og loka fyrir frekari athugasemdir þeirra sem kynnu að hafa alvarlegar athugasemdir við tillögurnar. Það þýðir leið að gera á tilraun til að ljúka ferlinu að þess að skapa þá samstöðu sem í þróuðum lýðræðisríkjum forsenda fyrir því að traust geti ríkt á leikreglunum. Ef við metum nú þetta ferli í heild sinni út frá þeim 2 viðmiðum sem ég nefndi í upphafi, upplýst niðurstaða og samstaða, hvernig kemur það þá út? Að mínu viti augljóst að niðurstaðan hvorki nægilega upplýst né hana nægileg samstaða til að hægt sé að setja lokapunkt í ferlið. Stór hluti hinnar sérfræðilegu vinnu eftir, þar á meðal mat á einstökum tillögum og samhengi þeirra. En það skiptir líka máli að stór hluti hinnar pólitísku vinnu eftir. Víða eru gerðar sérstakar kröfur til stjórnarskrárbreytinga aukinn meirihluta til að stuðla að breiðri samstöðu niðurstöðurnar. Á Íslandi virðist eins og að ferlið hafi verið hannað til að koma í veg fyrir aðkomu þeirra sem höfðu efasemdir róttæka uppstokkun stjórnarskrárinnar. Þetta þess undarlegra þegar haft í huga að í þeirri stjórnarskrárnefnd sem Jón Kristjánsson veitti forystu á árunum 2005-2007 var nokkuð góð sátt í augsýn flest stærri mál nema eitt, það að segja eins og Ólafur benti á, ákvæðum sinnuvald forseta. Fyrir utan einstaka tillögur efni eins og framsal fullveldis, þjóðkirkju, hvernig breyta í stjórnarskrá og auðlindir, þá virðist einkum brýnt að endurskoða kafla stjórnarskrárinnar framkvæmdavaldið annars vegar og dómsvaldið hins vegar. Sumt í tillögum stjórnlagaráðs ágætis efnisviður í þá endurskoðun. Spurningin hvort ekki sé skynsamlegt að taka lítil skref í einu og leitast til að sjá árangurinn áður en hafin svo óvissuferð sem tillögur stjórnlagaráðs fela í sér. Halda sig við tiltölulega hefðbundið norrænt þingræði, að minnsta kosti til að byrja með, frekar en að gera tilraun með stjórnkerfi sem við vitum ekkert hvernig muni virka, vegna þess að ekkert lýðræðisríki hefur slíkt stjórnkerfi. Þakkum Gunnari Helga fyrir. Nú hefur við rétt rúmar 30 mínútur til umræðina og fyrirspurna. Ég legg mikla áherslu á það að þeir sem vilja taka til máls séu stuttorðir, setji fram spurningu eða athugasemd. Við erum með míkrofóna hérna út í sal. Fyrstur á mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir. Fundarstjóri, ég þakka ykkur kærlega ykkur sem situr hér í panel fyrir þessa yfirferð, afar áhugavert og upplýsandi og fyrir það ber að þakka. Það kannski sem að kemur mest á óvart vegna umræðunar sem hefur verið í samfélaginu allt frá því að þetta ferli fór á stað. Það þessi áhersla ykkar allra að breyta stjórnarskránni að því leyti sem þarf að breyta og ekki taka hann alla. Og það var, Gunnar Helgi fór hér vel yfir það að það raunverulega, við skulum segja, valdþurrð í stað valdaráns sem átti sér stað hjá stjórnlagaráði vegna þess að það voru öll skref stigin á þann hátt að það ætti að breyta því sem þyrfti að breyta. Og þetta hefur meðal annars verið málflutningur minn og ég fengi mikla gagnrýni fyrir það. Þess vegna það athyglisvert sem kom hér fram líka hjá Gunnari Helga að þessi ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla sem fór fram 20. október sé jafnvel til þess fallin að þakka niður gagnrýnisraddir á þessa umræðu. Þess vegna langar mig til að spurja ykkur frá hverju og einu svo það komi skýrt fram, því að ég vil meina það að þingmenn séu ekki bundnir af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Hvað finnst ykkur það ef að þingmaður stendur upp og segist ekki vera bundinn
að stjórnskipunarlögum að fara eftir því sem kom út úr þessari þjóðaratkvæðagreiðslu vegna þess að þeir sem hafa talað á þann hátt hafa fengið yfir sig mikla gagnrýni frá þessum sömu aðilum og styðja stjórnlagaráð. Það hafa 8 til viðbótar kveðið sér hljóðs. Næstur á mælendaskrá er Þorkell Helgason. Fundarstjóri og frumálendur og góðir áhrendur. Ég einn af þessum vesælingum sem hafa kosin í stjórnlagaráð án þess að vera greinilega upplýstur og hafa þannig vilt á mér heimildir þannig að fólk vissi ekki hvað það var að kjósa þegar það kaus mig. Ég hafði þó skrifað 20 greina í blöð og þannig ég held að hafi nú engin velst vafa fyrir hvað ég stóð svo ég taki nú dæmi. En það er mjög undarlegt og fyrst Benno reyndar að þakka fyrir að háskólarnir hafa loksins komið því í verk að halda svona málstofur. Það hefði mátt byrja fyrir ári, ef ekki lengur, en betra seint en aldrei. En það hefði nú kannski verið upplýsandi fyrir áheyrendur að það væri svo einn úr stjórnlagaráði sem fengi tækifæri til að svara einhverju af því sem spurt um. Ég sé að fundarstjórar er gefið með merki þannig ég ætla ekki að halda ræðuna lengri heldur að beina spurningum beint til Bjargar. Nefnilega að því mér fannst niðurstaðurinn í hennar málflutningi vera, hún gerði mikið úr því hvenar og hvernig þjóðaratkvæðagreiðsla gæti farið fram í lokin og gefum okkur nú að það snúist það sem plagg sem hefur ræðað núna tillögur stjórnlagaráðs sem Alþingi á eftir að taka til meðferðar og sjálfsagt breyta eitthvað en að þetta færi að lokum sinn venjulega feril segjum að það verði samþykkt í lok þessa kjörtímabils þá verður að sjálfsögðu nýtt þing að staðfesta þá tillögu eða það frumvarp að nýrri stjórnarskrá sem þá liggur fyrir. Mér skilst að deiluefnið eða það sem að Björg er að gagnrýna það hvort að þjóðaratkvæðagreiðsla sem getur aldrei orðið neitt annað en ráðgefandi, hún getur ekki haft neina aðrar afleiðingar en þær að þjóðin fari neitunarvald. Þjóðin getur ekki samþykkt stjórnarskrána, hún getur hafnað henni, samkvæmt gildandi stjórnarskrá. Ég sé ekki stóra munin á því hvort að þetta er gert áður en seinna þing samþykkir eftir. Mér langar bara að spyrja lögfræðilegu rökin og frábæð mér eiginlega pólitískra raka. Ég vildi bara vekja athygli á einu vegna athugasemda Þorkels varðandi háskólana. Þetta er önnur málþingsröð sem lagadeild tekur þátt í. Við skipulögðum málþing allra háskólana síðastliðið haust lögfræðilega atriði málsins, þannig að minnstakosti er lagadeild í annað skipti að halda fundaröð þessu tagi. Ómar Ragnarsson. Já, forseti Íslands og forseti Alþingis. Indriði beindi að mér því að hvernig við svöruðum við Andrés hjá DFF og það kemur einmitt að því Indriði sem verður spurning mín svo að lokum hvort það sé ekki til fleiri gögn heldur en að þú kallaðir eftir. Þar á meðal þetta sem við svöruðum hjá DFF. Við vorum að svara mörgum spurningum í einu og ég hafði ekki tækifæri til þess að svara þessari spurningu en sem að þú laði fyrir, en ég hefði auðvitað svarað þannig hvers vegna ættum við frekar að fara að sökkva okkur ofan í Brasilíu frekar en bara löndi sem eru næst okkur og líkust eins og Danmörk, Finnland og Írland. Hér kom fram fullyrðingu það að það hefði enginn vitað hvernig það verið að kjósa eða hvað þeir stóðu fyrir í stjórnlagaráð. Það er önnur heimild, það er DFF. 25 fulltrúar, 4 höfðu takið þátt í flokkstarfi eða verið í framboði fyrir Sjálfstæðisflokkin eða jafnvel á Alþingi, 4 tengdu Samfylkingunni, 2 höfðu tengst Framsóknarflokknum, 2 höfðu tengst Vinstrigrænum og 1 Frjálslyndum. Sem sagt, í stjórnlagaráði var meiri hluti fólks sem hafði verið í pólitísku starfi og að halda með virkilega að þetta fólk hafi verið valið á þess að fólk hafi beinlínis vitað að það stóð fyrir flokka og stóð fyrir lífsinn í flokkum. Og þetta voru nokkurn veginn hlutföllin, þar hafði ekki merkilegt, þetta voru hlutföllin sem voru fyrstu árum þessar aldar. Hvort okkar lagði fram mjög stutt að greinargerðum það fyrir hvað við stæðum og það tók ekki nema 30 sekúndur að lesa það. Svo að ég
held að Indriði ætti og beinið því spurningu til ykkar, ekki tóldi grunnfærið að álita þessi svo, Ólafur, að þetta hafi bara verið eitthvað fólk utan geimnum sem að kom í stjórnlagaráð og líka þetta með að það voru fáir sem áttu heima á landsbyggðinni. Það var áberandi að það var miklu minni þáttaka í sömu landsbyggðarkjördæmunum heldur en hér í Reykjavík og geta kjósendur sem ekki vilja taka þátt krafist þess að fáið samt fulltrúa. En það voru miklu fleiri stjórnlagaráði sem hefðu unnið út á landi, höfðu meiri partin af ævi sinni unnið fyrir landsbyggðina heldur en það að þeir varu beinilínis skráðir þarna niður. Og að lokum að það voru til gögnum það í okkar nefnd að við vorum með lista yfir það að jafnavægi flokka hafa beinna samband á milli alþingismanna og kjósenda að hagsmunir engra landshluta væri fyrir bornir. Þetta var skýrt markmið sem við tölum að við getum verið stolt af að hafa náð með Þorkel og fleiri góða menn innanborðs. Og síðan bara rétt að lokum, það er heimilt að mæla fyrir í lögum að valið sé einskorða við kjördæmaslista eða landslista sömu samtaka hjá okkur og í lögum má mæla fyrir. Þetta er alls ekki njörfa niður. Vek athygli á því, takk. Takk fyrir þetta. Ég bið framsögumenn að taka saman punkta. Næstur á mælendaskrá er Gísli Tryggvason. Takk fyrir. Ég vil þakka Indriða fyrir upplýsandi fyrirlestur og hefði nú þegið að fá hann fyrir, en ég vil taka fram að margt af því sem kom fram í hans fyrirlestri voru við upplýst og ég vil segja frá því að ég nefnd sem að ég satt í, sem fjallaði valdþætti ríkisins, þar sátu 2 stjórnmálafræðingar, 2 lögfræðingar, 2 fyrrverandi þingmenn og þeir síðustu 2 voru búin að vera aktífir í stjórnmálaflokki í áratugi. Þannig að þetta var ekki fólk út úr geimnum eins og Ómar benti á. Ég voni í hljómikið eins og ég sé dauður, en mér dettur það í hug hvort að við séum hálf dauð í huga akademíunnar fyrst að við fáum ekki að svara fyrir tillögur okkar, hvorki hér né í Ríkisútvarpinu. Það er að vera 2 ár síðan ég skrifaði grein þar sem ég benti á að Háskólinn og RÚV hunsa algjörlega þá sem að hófu þetta ferli og hafa staðið í því þegar þau fjalla það. Þannig ég vil gagnrýna það. Mér langar að spyrja prófessorana í stjórnmálafræði tvenns. Í fyrsta lagi Gunnar Helga, hvaða meginstoðum stjórnskipunar er bylt eins og hann gaf ekki bara í skyn heldur sagði? Ég held að við værum að leggja til áframhaldandi þingræði með litlum breytingum. Og svo langar mig að spyrja Ólaf Þ. Harðarson, er ekki allir mikið hroki að kalla þetta jólakveður, þess að RÚV gerði þó rétt fyrir kjörið að leyfa okkur að tala í 5 mínútur fyrir stefnumálum okkar. Mér finnst þetta hroki að kalla þetta jólakveður, en sjálfur skrifaði ég 45 greinar áður en ég var kjörinn á þingið, þannig að menn þau gátu kynnt sér hvað ég skrifaði. En meðan að því að við vorum vel upplýst kosti og galla persónukjörs, þá ákvaðum við að stíga þetta litla skref að hafa það að þingi geti ákveð að hafa það bara innan flokka. Takk fyrir. Takk Gísli. Viktor Valgarðsson. Góðan dag. Takk fyrir ykkar framsögur. Mér langar til að byrja því að spyrja Björgu og leið að byrja Vigdísi Hauksdóttur að hugleiða það hvort að þingmenn geta ekki haft þá sannfæringu að álit almennings eiga að skipta máli þegar kemur að það kjósum stjórnarskrá á Alþingi. Mér langar til þess að lýsa yfir vonbrigðum mínum með kollega mínu og félaga hérna, hversu hróplega neikvæðir þeir eru í garð þessa ferlis alls saman, og ég get tekið undir þá kröfu að stjórnmálaráð og Alþingi eigi að bera meiri virðingu fyrir störfum stjórnmálafræðinga, en mér þætti kannski að þið ættu að hugleiða hvort þið ættu ekki að bera einhvern snefil af virðingu fyrir stjórnmálaráði þá á móti og því fólki sem þangað á kosið, og til dæmis spurja hvort að þið trúið því virkilega að fólkið sem þó kaus til stjórnlagaþings hafi ekki haft nein málefni í huga, hafi ekki farið á df.is til dæmis, þar sem var hægt að kynna sér hvort að frambjóðendur voru fylgjandi forsetaræði eða öðru málefnum, og hvort að það minnstur til dæmis sem birtist í stjórnlagaráði í afstöðu til þessara málefna hafi verið tilvíðun einn. Er það góð túlkun stjórnmálafræðinga á niðurstöðum kosninga? Og einnig hvort að þjóðfundurinn hafi ekki verið afskrifaður frekar svona ódýrt, vegna þess að þar voru þetta hugmyndaskíf var bara það sem var birt almennt, en þar voru sértækari niðurstöður af þeim fundi, og hvort það með ekki einnig líta á það sem nokkuð skýra stuðningsyfirlýsingu að eitthvað skuli leggja til grundvallar þrátt fyrir að það hef ekki verið að kjósa um það endanlega,
og loks taka undir með Ómari það hvaða máli það skiptir, hvernig það ólýðræðislegra og hvernig þjóðin minni stjórnarskrárgjafi ef hún kýs stjórnarskrána núna í vor heldur en hún gerir það eftir seinni samþykkt þegar það búið að samþykkina. Takk fyrir. Takk. Áður en við tökum fleiri þá bið ég framsögumenn örstutt að svara því sem nú hefur þegar verið borið fram. Björg, ef þú myndir byrja. Það voru nú kannski taka fyrir þessar fyrirspurnir og athugasemdir sem hafa komið fram. Áhugaverðar, það var nú kannski 2 spurningum helst beint til mín, annars vegar frá Vigdísi Hauksdóttur og svo Viktor núna síðast. Það var spurt Vigdís spurði hvað ég held staðhæfingar þingmannum að þeir væri ekki bundnir af ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég held ég hafi svo sem alveg svarað þeirri spurningu hér í mínu innleggi hér í byrjun að það og nú ég að horfa á þetta út frá sjónarhóli stjórnskipunarréttarins sem mín fræðigrein þar sem ég stundar rannsóknir, að þar alveg víst að þingmenn eru ekki lagalega bundnir af slíkri atkvæðagreiðslu en þeir verða að fylgja þeirri skyldu sem þeir bera samkvæmt stjórnarskrá að fylgja sannfæringu sinni. En hins vegar eins og ég benti líka á að sé mjög afmörkuð og eindregin spurning borin upp í slíkri atkvæðagreiðslu að þá auðvitað líklegt að þingmenn myndu vera undir einhvers konar pólitískum þrýstingi að geta tekið afstöðu til þeirra spurningar einnar og sér og fyllt þá þjóðarviljanum. Þorkell spurði reyndar það hvaða máli það skipti hvort að það yrði leita ráðgefandi atkvæðagreiðslu á milli 2 þinga sem samþykkja frumvarp til nýrrar stjórnarskrár. Ég tel að það sé algjör grundvallamunur á þessu tvennu og það var nákvæmlega það sem ég var að segja hér áðan. Rétt eins og gerist með þessari atkvæðagreiðslu núna 20. október, það kallað eftir viðhorfi fólks að mínum mati fyrst og fremst til stjórnarskrárbreytinga og það það sem gerist þegar að fólki kýs 20. október að það vill að það verði haldið áfram, þannig túlka ég það, með þetta breytingaferli. Eftir að þingið hefur tekur þetta síðan til umfjölluna núna að þá á það auðvitað að líta til þeirra sjónarmiðum að breytinga sé þörf en þó áfram að fókus á það breytingar sem þær telur mikilvægastar og réttar og málefnalegar og séu þjóðinni til heilla. Ef að það liggur fyrir sú pressa að það verði aftur farið í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu vegna þess að þjóðin hefur almenna skoðun á því að það þurfi breytingar á stjórnarskránni án þess að taka afstöðu til einstakra efnisþátta inn í þessu risastóra verkefni sem heil stjórnarskrá þá óttast ég að það verði notað jafnvel eins og einhvers konar tilraun til þöggunar að það sé bara sagt þjóðin vill þetta og síðan mun hún auðvitað kjósa þetta aftur, við fáum aftur álit þjóðarinnar af þessu loknu, þannig að það skiptir engu máli hvort við erum að ná sátt þetta í þessu vinnuferli sem hér. Það hins vegar miklu rökréttar og það sem eins og ég sagði öll lýðræðisríki með þjóðaratkvæðagreiðslur stjórnarskrá, það kemur ekki til álita að leita eftir ráðgefandi vilja þjóðarinnar til þess að semja stjórnarskrá vegna þess að það eru raunverulega bara orðin tóm, það svo innantóm svör að ekkert lýðræðis, ekkert þing þjóðkjörinna fulltrúa gæti tekið slík skilaboð og unnið eftir þeim í raun. En hins vegar það sem hugmyndin með stjórnarskrárgjafa hugmyndinni það að það verið að knýja á að þingi nái þá samstöðu og höfði til kjósenda í öllum flokkum sem að eiga endanlega niðurstöðu og endalegt ákvörðunarvald hvort að stjórnarskráin tekur gildi. Það ekkert neitunarvald þótt að þjóðin í ráðgefandi atkvæðagreiðslu myndi segja við viljum ekki þessa stjórnarskrá. Það ekki neitun, þingið jafn óbundið af því í sjálfu sér líka en kannski ólíklegt ef það mjög afgerandi til dæmis að þingið myndi vinna áfram að því en ef það mjög naumt myndi það þýða að þingið ætti ekki að huga til dæmis þeim breytingum sem eru jafn nauðsynlegar og allir eru sammála í framhaldinu. Ég held að svo sé ekki. Og Viktor spurði eiga þingmenn ekki að láta almennings hafa áhrif á sig eða taka með í reikningin. Getur það ekki verið sannfæring þingmanna? Jú, að sjálfsögðu getur það verið sannfæring þingmanna og ég vona að í einhverjum tilvikum sé það sannfæring þingmanna en þar sem það fer ekki saman að þá ekki hægt að þegar að þingmenn telja tilteknar hugmyndir eins og hefur verið komið hér fram með þær séu til dæmis ekki nógu vel undirbúnar, þær séu ekki hugsaðar til enda og geti beinlínis orðið til skada eða afturför frá einhverju sem við höfum núna, þá á þingmaður að horfa til þeirra samfæringar sem hann hefur að það sé betra að fylgja ekki áliti almennings stjórnarskrárbreytingar í víðtæku samhengi. Takk.
Indriði, við reynum að hafa það stutt svo það eru 4 til viðbótar sem ég ætla að fá að spyrja. Já, til Vigdísar fyrst, svo ég svar þessari spurning sem stjórnmálafræðingur, þá ger ég bara ráð fyrir að þingmenn geri eins og þeir vilja og meina ef þeir halda kjósendur sér tilbúin til að refsa þeim fyrir að standa við sína skoðanir, þá taka þeir þar áhættu en sem sagt ég ætla ekki að leggja mat á hvort það er gott eða slæmt en hlutinni gerast. Ómar, hvers vegna skoða Brasilíu? Ég held að svar mitt væri hvers vegna ekki og þar að aukið af ef er eðlilega að skoða löndin sem er nær okkur. Það má kannski læra eitthvað það en ég held að Norðurlöndin eru við ólík Íslandi að því letum til að ég held að fyrirgreiðsla á Íslandi hafi alltaf verið mjög mun mikilvægar á Íslandi heldur á hinum Norðurlöndunum. Þannig að ég heldur að pólitísk menning og pólitískar hefðir á Íslandi séu kannski sumulitir brasilískara heldur en eigið á Norðurlöndum. En það er allavega punkturinn ef þessar upplýsingar eru til, hversu ekki að skoða þær og velta fyrir sér undir hvaða kringumstæður gerast hefur persónukjör neikvæð áhrif. Ég vil taka það fram að álit mitt á persónukjöri, ég hef ekkert komist að niðurstöðum þess persónulega. Ég er ekkert sérstaklega á móti því, en ég vil bara skoða það og það svarar eiginlega spurningu Viktors Orra líka, ég er ekki að halda því fram að tillögur stjórnlagaráðs séu sérstaklega slæmar og ég ber ekki virðingu fyrir því starfi sem það hefur vunnið. Ég raun og veru vorkenni stjórnlagaráði út að þeir fengu 4 mánuði til þess að skrifa nýja stjórnarskrá. Eða taka jafnvel þó að ef við einskoða sér við þessi fáa atriði sem eru tilgreind í lögunum, það er gífurlegt verk og ég segja bara hreint út, það er algjörlega fáránlegt að gefa 4 mánuði í þetta og upphaflega tillagan á þinginu ef ég man rétt gerir ráð fyrir 11 mánuðum og það var skorið niður í 4 mánuði. Það er ég hef ekki mælt með því. En ég held að hugmyndir stjórnlagaráðs ég held að það sé eðlilegt að taka sérstakt tillit til þeirra en það þurfa að skoða þær betur. Og það sem vantaði í umræðinu er einfaldlega, ég held að kjósendur, allavega ég er ekki á þeim tímapunkti tilbúin til að segja af og til hvort að persónukjör er gott eða slæmt og ég held að ég hafi kannski lesið aðeins meira það en margir aðrir kjósendur hugsanlega. Til að svara Gísla hann bendur á að það voru nefndir og vinnuhópar sem innihéldu stjórnmálafræðinga, það er alveg rétt en það er kannski megin gagnrýni mínum á málatilmælum stjórnlagaráðs er að þetta kemur ekki nógu skýrt fram. Það sem að hlutverk stjórnlagaráðs hefði átt að vera er að skýra almennilega út hver rökin með og á móti mismunandi breytingum og með tilvísun í þá hvað hefur verið rannsakað. Ég held að það væri nauðsynlegt til þess að fólk gerir sig betur grein fyrir hvað það er að velja um. Takk, Ólafur. Já, eiginlega tvennt sem ég vil nefna annars er koma að því sem hún Vigdís sagði samvisku þingmanna. Auðvitað er þannig að þingmenn eru engu háður nema samvisku sinni og þeir standa þá kjósendum reiknings til gerða sinna. Hins vegar er stundum misskilningur á ferðum það hvað það þýði þessi samviska þingmanns þýði og þingmaðurinn ákveður það í sjálfum sér sjálfur. Stundum halda menn nefnilega að samviska þingmannsins þýði bara að hann eigi að fara eftir samvisku sinni, þýði bara það að hann eigi alltaf að kjósa með því sem hann helst vill í einstökum málum og það er rangt. Þingmaðurinn getur ákveðið fullkomlega eðlilega að hann kjósi gegn skoðun sem hann helst kysi vegna þess til dæmis að hann vil halda saman ríkisstjórn. Það er forgangsröðun, það er fullgild ástæða og hann á það við sjálfan sig. Þingmaður getur auðvitað sagt ég er ósammála niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu en mér finnst eðlilegt að vilji þjóðarinnar fá að ráða þess vegna ætla ég ekki að fara eftir minni eigin skoðun í málinu heldur kjósa í samræmi við niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það er á endanum hann fer bara eftir sinni samvisku. Hann ákveður bara virða vilja þjóðarinnar. Hann getur líka gert hitt og hann á það bara við sjálfan sig og síðan við kjósendur sína. Þannig að stundum er nefnilega verið að ráðast á þingmenn fyrir að greiða atkvæði með flokknum og þá er í rauninni verið að banna þeim að forgangsraða málum sem er algjörlega
fráleit hugmyndi og í andstöðu við grunnhugmyndi þingræðisins. Svo vildi ég segja fáein orð almennt fyrirspurningar frá Gísla og Ómari og Þorkalli. Menn fara alltaf að ræða svolítið í okkar íslensku hefð fólk, frekar heldur en struktúra eða svona kjarnamáls. Sko, ég bið afsökunar ef ég hef sýnt hrókað, það var ekki meiningin. Ég bið líka, og þegar ég var að tala kosningakerfi til stjórnlagaráðs, þá var ég ekki að segja það að enginn hefði vita neitt ágæta frambjóðendur. Auðvitað hefur Þorkell skrifað mjög mikið og margir hafa lesið það og ég hef lesið það. Ég hugsa hins vegar að það séu ekkert rosalega margir Íslendingar sem hafa lesið það allt saman. Ég hef líka lesið Gísla og fínar greinar, en almennt tala það sem ég að segja, og auðvitað held ég að menn hafi kosið fyrst og fremst einstaklinga, sumir vissu og ég hef ekki rannsóknir af þessu, sumir vissu náttúrulega eitthvað stefnumál þeirra, en mig grunar að þetta hafi fyrst og fremst verið persónukjör. Menn hafi bara kosið menn sem að þeir þekktu, frægt fólk sem að þeir þekktu að góðveinu og treystu til góðra verka, en ekki á grundvelli þess að menn væru þingræðissinnar eða forsetisræðissinnar eða þess áttar. Með jólakveðju, það var kannski áttir að vera skemmtilegt en ekki mjög alvarlegt. En hins vegar held ég samt, það sem í því stendur, Gísli, að ég held að sú aðferð að ætla að kynna kjósendum grundvallaratriði til samkomu sem að á að hafa mikið að gera með mikilvæg mál, að það sé góð aðferð að láta 520 frambjóðendur tala í 5 mínútur hver í útvarpi. Ég held bara að það sé ekki mjög góð aðferð. Eða hafa 10 línur í einhverjum bæklingi sem að var dreift til þjóðarinnar. Ég held að það sé ekki heldur mjög góð aðferð. Með fullir í virðingu fyrir einstaklingunum sem að eru í frambúði. Það þetta við nú eiginlega veða búin, en það er svona grundvallaratriði í rannsóknum stjórnmálafræðinga og lýðræði er einmitt upplýsingakostnað kjósenda og í rauninni hvað hægt er að ætlast til að kjósendur eyði miklum tíma í að velta fyrir sig málum, og við erum að reyna að hanna kerfi sem að gerir eins gott úr því að margir kjósendur ekki mjög áhugasamir, þeir ekki tilbúin til að lesa endalaust, en við viljum samt að þeir hafi áhrif og við viljum taka mark á þeim. Þannig að við erum að reyna að búa til kerfi þar sem að svona þeirra megin sjónarmið og lífsýn kemst til skila inn í kerfið, og ég held að kosningafyrirkomulagið til stjórnlagaráðs, ef við værum að velta fyrir okkur áhrif kjósenda á málefni, sé mjög vont kerfi, en það er nú eiginlega efni í heilan fund. Takk, Gunnar Helgi. Til að mjög stutt, Viktor Orri, þjóðfundur vissulega birti þessar nákvæmari sundurgreiningu að hugmynda sem þar komum fram í Excel-skjali, og ég hef skoðað það. Ég er alveg jafn nær þetta hugmyndaský eftir að hafa lesið það eins og ég var áður. Aðalspurningin hafa þátttakendur þær upplýsingar sem þarf og er einhver aðferð við að aggregera skoðan sem komið fram, einhver aðferð við að telja, og svarið í öllum tilvikum þá kemur venjuleg skoðanakönnun miklu betur út vegna þess að kjósendur hafa jafnmiklar upplýsingar eins og í þjóðfundinum, en það er auðveldara að telja út úr skoðanakönnun og gera analýsu á þeim viðhorfum sem kom fram. Hitt atriði sem ég vildi nefna varðandi spurningu Gísla Tryggvasonar, hvaða megin stoðum stjórnskipunar er birt. Við skulum bara bera saman norrænt þingræði við það fyrirkomulag sem lagt er til í tillögum stjórnlagaráðs með miklu róttækari hugmyndum þjóðaratkvæðagreiðslu og þjóðarfrumkvæði sem að hvergi í heiminum fer saman við farsælt þingræði, bara hvergi. Við skulum muna það að í Sviss og Kaliforníu er ekki þingræði. Þannig að ef þú ætlar að taka upp þjóðaratkvæðagreiðslu fyrirkomulag þessu tagi, þá ertu í raun og veru að gefa upp norrænu stjórnskipun, og það er það val sem ég held að kjósendur á Íslandi þurfi að vita. Takk. Það eru 4 eftir og við eigum 7 mínútur, þannig ég bið ykkur að vera mjög stuttorða og við sjáum hvort við getum
fundastjóri, forseti Íslands og ágætu fundamenn. Ég geti nú reyndar eins og fleiri hér örugglega að tala hér í allan dag. En ég verð að hafa þetta í jólakveðju stíl, því miður. Það sem að mér langar að vekja máls á er efni sem að ekki hefur verið inn í umræðinni, að ég fullyrði að neinu leyti. Og það er uppgjör við þá stjórnskipun sem við höfum. Umræða og uppgjör við innihald og framkvæmd þeirra stjórnskipuna sem við höfum haft síðan lýðveldið var stofnað. Og mín niðurstaða, sko, ég var einn af þessum 520 sem fór í framboð. Ég reyndar hafði, held ég, einn þeirra frambjóðanda allra annan hátt á en allir hinnir. Ég fór hringferð um landið og talaði við fólk. Ég auglýsti ekki neitt, sendi engar auglýsingar til almennings eða auglýsti neitt í blöðum. Ég fór og reyndi að tala við fólk. Og upplifun mín á því, hún var mjög lærdómsrík. Því að fólkið sem að ég komst í kallfæri við hafði mjög ruglingslegar og þokukenndar hugmyndir stjórnarfar. Og það verður ekkert tak eða hald í því að finna. Og það kom að mér þessi ótti hvað óupplýst samfélag er berskjaldað fyrir alls konar áróðri og hávaða sem að mér hefur fundist því miður verða hafa verið raunin. Og þetta er það sem að ég vil anda hérna inn í þennan hóp. Það er hvort það sé ekki ástæða til þess að taka þá stjórnarskrá sem við eigum til rækilegrar umræðu. Munin á, til dæmis bara munin á textanum eins og hann er skrifaður og kenningum fræðimanna þýðingarleysi hans, að þetta verði tekið og rætt í þaula. Og við gerum upp við þetta vel og rækilega áður en við förum í einhverja vegferð stórfelldar breytingar. Þetta vildi ég sagt hafa núna. Takk fyrir. Pétur Blöndal. Forseti Íslands, forseti Alþingis og góði fundamenn. Yfirskrift þessa fundar er hvernig er stjórnarskrá breytt, en samt var ekki komið inn á tillögu breyting á 79. greininni sem liggur fyrir Alþingi frá mörgum þingmönnum þar með mér að fyrst sé bara eingöngu 79. greininni breytt og síðan getum við farið í breytingar miklar eða litlar og borðar jafn nóðum undir þjóðana og þurfi ekki að fara í almennar alþingiskosningar. Vilhjálmur. Vilhjálmur Þorsteinsson heiti ég og satt í stjórnlagaráði. Ég þakka fyrir athyglisverðan fund. Tímasetning hans, það má gagnrýna hann eins og Þorkell gerði, hann hefði kannski átt að vera fyrr. En líka það að það er nú, ef ég skil máli rétt, að koma á mánudaginn álit lögfræðinganefndar sem hefur verið, eða lögfræðingahóps sem hefur verið að fara yfir tillögur stjórnlagaráðs, mun koma fram á fundi klukkan 3 í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd á mánudag, ef ég skil það rétt. En ég vildi nú segja, svona einn kannski rauður þráður í máli framsögumanna hefur verið ákveðin þversögn. Það er þjóðinni stjórnarskrárgjafinn, segja menn, og valdið að koma frá fólkinu, en í raun og veru hafa flestir hér kannski verið að rökstyðja einhvers konar frávik frá því. Og annarkvort í því hvernig að klára þetta ferli eða hvernig stjórnlagaráð var skipað eða þjóðfundurinn sem allt er þessi aðkoma þjóðarinnar þetta lýðræðislega ferli. Það kom persónulega mér ekkert óvart að þessa tillögu fengi svona góða niðurstöðu úr ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu daginn vegna þess að allt ferli hefur verið í svo miklu samráði við þjóðina. En ég ætla að spyrja Björgu konkrétt, sko, það sem að fyrsta leið þurfum að hafa í huga að svona þjóðaratkvæðagreiðsla að nú gildandi stjórnarskrá getur ekki verið bindandi. Það er ekki til sem heitir að vera ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla að svo konu máli. Öðru lagi, seinna þingið sem að tekur málið, það getur ekki gert neina breytingar á frumvarpinu. Það er annarkvort bara samþykkið það eins og það er og þá er það verið gild stjórnskipunarlög eða hafnar því. Þannig að þess vegna er spurningin, viltu að þjóðin segja álit sitt fyrst og þingið svo, eða viltu að þingið segja álit sitt fyrst og þjóðin svo? Og gallinn, það sem Björg er að segja, er að hún vill að þingið hafi neitunarvald stjórnarskrána áður en að þjóðin fengi það möguleika á að segja sitt álit. Þannig ef að þingið fellir stjórnarskrána, þá geti þjóðin ekki sagt neitt um það. Kosturinn við þá leið sem Jóhanna Sigurðardóttir var að leggja til er svo að þá allavega fær þjóðin að segja sitt álit á endanlegri stjórnarskrá sem þingið getur ekki breytt í þjóðaratkvæðagreiðslu áður en að þingið svo fær það til sín. Takk. Og síðastur á mælendaskrá, Jón Guðmundsson. Mér langar að spyrja Björgu Thoroddsen hvort að það teljist valdarán að löggjafinn og framkvæmdavaldið hunsi virða vettugi og taki sér dómsvald
með því að fara ekki eftir ákvörðun Hæstaréttar ógildingu stjórnlagaþingskosninga. Svo langar með aðra spurningu til fundarstjóra ef hann getur svarað, annars Bjargar. Hvaða réttar áhrif hefur það ef að þetta látið standa í komandi kosningum? Getum við átt vona þessu framvegis að þetta verði fordæmisgefandi eins og Hæstaréttardómur hafi verið hingað til, að hann sé birtur af vettugi? Takk, mér sýnist Björg hafi verið svo eina sem á eftir að svara spurningu. Ég tjáði mig ekki neitt. Já, takk fyrir. Ég tek nú síðustu spurninguna fyrst. Ég er ekki alveg viss hvort í náðinni var spurt hvort það væri teldist valdarán að stjórnlagaráð hefði starfað eftir þennan dóm Hæstaréttar ógildingu kosningarinnar. Var það spurningin? Kosningalög segja það að endurtaka skuli kosningar. Er það ekki valdarán þegar það farið fram hjá því lögum? Ég held ég segi bara í stuttumáli nei, ég tel að það sé ekki svo. Þessi kosning var vissulega ógilt en þarna var verið að fjalla verkefni sem snúast ekki hefðbundnar alþingiskosningar í þeim skilningi, voru ákveðnar reglur sem voru settar þessar kosningar, að hluta til vísuðu þar til almennar kosningarregla og það var meðal annars það sem stóðst ekki þegar framkvæmdin var skoðuð, en nei, ég myndi ekki segja að það væri valdarán og ég tel að Alþingi hafi haft einfallega getað ákveðið að skipa þennan ráðgefandi hóp sem að heitir stjórnlagaráð, jafnvel þótt að kosningin væri ógild. Þannig að ég er í þeim hópi sem tel að það hafi ekki verið farið á svig við dóm Hæstaréttar eða valdarán í einhverjum skilningi. Það var Vilhjálmur spurði af hverju væri ekki bara einfaldast að gera þetta svona leita vilja þjóðarinnar til þess að þingmenn ætti að vita hvað þeir gerðu eftir þegar nýtt þing kemur saman eftir kosningar. Það kemur bara alltaf að þessari grundvallarspurningu, ef að þjóðin á að vera blönduð inn í setningu á stjórnarskrá, þá á hún sjálf að setja stjórnarskrána. Það er einfaldlega þannig, ekki að gefa álit sitt eða ráðgjöf til þingsins. Þjóðin kýs fulltrúa sína á þing í þessum kosningum, hugsanlega eftir því hvaða afstöðu þeir hafa til stjórnarskrárinnar. Og það er þannig sem að þeir búast við mögulega þingmennirnir eftir þeim leiðum sem gilda samkvæmt stjórnarskráni, að þeir samþykki þá stjórnarskrána í síðara skiptið. Álit þjóðarinnar, það er bara einfaldlega grundvalla munur á því og að þjóðin seti stjórnarskrána. Þannig er þetta og eins og ég áður vísa til, við sjáum til dæmis danska kerfi, þar sem að þurfa allar breytingar að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu, en þó að undangengnu 2 þingum, kosningum á milli, lokapunkturinn er þegar þjóðin setur stjórnarskrána. Og þannig tel ég öll rök hníga því að við fylgjum þessu kerfi. Ef við á annað borð ætlum að fara þá nýlundu að setja nýja stjórnarskrá sem að yrði þá, eins og ég teldi þá rökrétt þegar að ný stjórnarskrá tekur gildi, að þá ætti þjóðin að setja hana með þeim hætti sem ég hef lýst. Já, ég man ekki hvort það voru fleiri spurningar. Jú, Pétur Blöndal, Pétur spurði hvort að hvers vegna yrði ekki fyrst breytt 79. grein stjórnarskrárinnar í núverandi stjórnarskrá. Það er alveg valkostur að gera það. Ég sé ekkert sem að mælir gegn því í sjálfu sér, ég held bara að það sé ekki upp á borðinu. Hins vegar eftir því sem að ég skoða auðvitað betur og eftir því sem að skoða betur hvaða reglur gilda almennt breytingar á stjórnarskrám, þá held ég að það sé misráðið til dæmis að einfaldur meirihluti þingsins ákveði stjórnarskrárbreytingar og að einfaldur, öllu heldur að meirihluti kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðslu eigi endanlega orðið það. Án nokkurra þröskulda eða einhvers konar krafna lágmarksþátttöku. Það verður einhvers staðar í þessu ferli að koma inn einhvers konar aukið meirihluta element til þess að við tryggjum þá að það sé ekki þessi naumi meirihluti sem grípur til róttækar breytingar. Takk fyrir það. Klukkan er 2 mínútur yfir 2. Að þessum orðum sögðum þá vil ég þakka öllum fyrir þátttökuna. Þetta var fyrsti fundur af 6. Skýrsla lögfræðingahópsins mun birtast víst eftir helgi og það er að sjálfsögðu tillögur sem þar koma fram sem að við munum hafa í huga í þessari fundar þegar framlíða stundir og vonumst til þess að málefnalegar umræður haldi áfram með þetta mikilvæga mál. Takk ykkur kærlega fyrir komuna.